Já, velkomin í sumar þátt Rauða borðsins. Við höfum haft þátt svona einu sinni í viku yfir hásumarið. Hér á eftir kemur Sigurjón Magnús Egilsson sem bróðir minn og blaðamaður eins og ég og við ætlum að ræða stöðuna á ríkisstjórnunni og í stjórnmálunum eins og höfum gert hérna vikulega í sumar. Reynda að fylgja eftir þessum óróa sem í ríkisstjórninni og reyna að meta það hvert hann muni leiða eitthvað. En áður en að því kemur að þá ætla ég að ræða við Ásgeir Brynjar Torfason, góðkunningja þáttarins, bankakerfið. Og tilefnið Ásgeir náttúrulega einhver leyti að þú varst að bjóða þig fram í bankaráð, en náður ekki kjöri. Nei. En hvað okkur alltaf þessu að bjóða þig fram? Já, mér fannst mér bara bera skylda til þess að bjóða upp á krafta mína og svona þá gagnrýnu rödd sem ég fram að færa og hjálpa til við að endurbyggja traustið á bankanum og bankakerfinu í staðan fyrir að vera bara að vera hinn gagnrýna rödd hér og í öðrum miðlum. Já, þú er náttúrulega verið reglulega hér og talað talað bankakerfið en svona bara efnahagsmál almennt, en svo hefur líka komið á Rás 1 á einu sinni viku, oftast, og þá ertu svona, finnst mér meira að tala bankakerfið. Þannig að fólk gæti nú að vera ljós svona þín afstaða til bankana eða hvað? Já, og það var náttúrulega tilefni á þessum fundi var mjög óvenjulegt og það var í raun og veru svolítið óljóst. Sko. Það að setja stjórn af í hlutafélagi, opinberu hlutafélagi sem skráð á markað, ekkert smámál. Og erlendis eru bara mjög stífir ferlar það, en þarna var þetta upplaup þegar sektin kom. Upplaup, okkur sér það? Var ekki eðlileg viðbrögð? Jú, eðlileg viðbrögð og það var reynt að hafa hann eins fljótt og hægt var en það var samt þar með ekki tími til að hvað maður að segja, fara í kosningabaróttu að safna á bakvið, eða ég fór allavega ekki það að safna á bakvið mig einhverjum lífeyrissjóðum eða þess að þar, ég vel þó ég sitt í endurskoðunarnefnd. En helst ekki tölu á fundunum? Jú, ég kynnti framboðið með það. Hvað voru þá í salnum, bara því að ég hef ekki verið á svona aðalfundu banka, í salnum eru það fulltrúar svona megin þorra hlutafa sem eru að hlusta? Já, það var, þessi fundu var endar einmitt í streymi líka, svona afleiðing af heimsfaraldrinum, en það voru 80% hluthafa mættir eða þá einhver með umboð fyrir þeirra. Þannig að það mjög góð mæting og hlutafund en þetta var náttúrulega í miðju sumarfríi þannig að það voru þannig svolítið kannski pirraðir lífeyrissjóða fulltrúar sem ætluðu bara að vera í fríi en hvað varst að segja, þú ert að bjóða þig fram í þetta, ert að segja að þú viljir halda áfram á sömu braut eða þú viljir breyta ykkur í bankanum? Hvað getur stjórnarmaður gert? Já, sko, það er náttúrulega 7 manns í stjórn, þannig að ég var að fyrsta lagi bara að bjóða upp á mína gagnrýnu rödd. Ég held að það hafi að vissuleyti birst í þessu raðklúðri Íslandsbanka að það var engin svona hreyft við andmælum eða hækka róminn, hei strákar, býti, þetta nú snið. Þannig að ég var að bjóða upp á þá röddinn, ég held að sé líka með hættlót að hafa of einsleitar stjórnir. Steftíski stjórnarmaðurinn. Já, og þó að maður sé bara 1 af 7 og ég er engin uppreisnarsekkur þannig, ekkert frekar en þegar ég var í fjármálaráði að þá var ég hinn gagnrýna rödd og kannski tógað álit ráðsins aðeins til, en ég var ekki að skila séráleiti að ég var ekki að hlaupa upp til hand og fóta, en þetta er einleið til að hafa áhrif. Nú síðan fannst mér bara vanta einhvern svona fulltrúa almennings eða hins almenna hluthafa að því að bankasýslan valdi þarna 34 og tilnefningarnefnd bankans valdi 34 og tilnefningarnefndin var óstarfhæf því að stjórnarformaðurinn sem áeiga sæti henni var að segja af sér, þannig að hann var ekki og ytri aðilana í nefndinni tók ekki þátt, þannig að tilnefningarnefndin var hún 1 maður, hún 3 manna og þá var Sjanghæðurinn þar mannuðs sérfræðingur, þannig að þetta var 2 manna nefnd sem var þannig að vinna á örfáum dögum eða 1 viku að smala saman í þessa stjórn og bankasýslan er með óljóst umboð, hún er í það sem ég kallaði í ræðinu minn á fundinum, hún er í einhver svona slitaferli og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra var ekki á fundinum, þannig að bankasýslan var þarna að sinna sínu stofnanabundar hlutverki til að fara með 42% hlutafjár 42% og sko erlendir aðilar sem sagt, af þessum lista við stærstu hlutafan eru tæp 8%, 2 sjóðir
lífeyrissjóðnir eiga þriðjung í bankanum af þessum 12 stærstu hluthöfum og svo það almennir hlutafar, þessi sem tóku þátt í fyrsta útboðinu, voru reyndar 22-4.000 þá, óljósta vefsíðu bankans núna komið niður fyrir 12.000, þannig að það er búið að halverast cirka, en það er þó 16,7% eitthvað svoleiðis sem að hinn 1/7 sem að almenningur á og lífeyrissjóðnir 1/3, þannig að þetta er rétt helmingur. Þú ert að segja að hagsmunir þessara smærri hluthafa, sem nú ekki beint svona almenningur, þetta er náttúrulega betur setta fólk í samfélaginu, að þeir fari ekki saman við hagsmuni ríkisins, lífeyrissjóðana eða erlendu sjóðana? Já, nei, ég að segja að almenningur er náttúrulega á bakvið ríkið sem á 42% þá og almenningur er á bakvið 33%, þriðjung. Bankasýslan, hún velur sko fulltrúa sína. Já, ég hef boðið upp á CV mitt til þeirra 3 sinnum og þeir hafa ekki kallað mig viðtal eða vilja trána mér fram fyrir hann. Þó ég hef notað 5 ára af starfsferli mínum í að stúdera banka og ég hef kennt í fjármál og reikningsskil og penning á banka og ég meira sér kendi, ég tók það nú fram á fundinu líka, eina skipt sem ég kom inn í Íslandsbanka var því ég kendi námskeið í viðskipta siðferð á fjármálamarkaði með Henry Alexander. Það verður ekki vel. Nei, ég sagði að þetta var að meta það hvort þetta hefði verið minn feill þar, en þar var með þess að bankastjórinn fyrirverandi og regluvarslan og innri endurskoðun. Það báður eru farnar núna. Þannig ég taldi þessa þekkingu og reynslu sem ég hef haft síðan bæði úr fjármálaráðinu og úr endurskoðunarnefnd á gildi 3. stærsta lífeyrissjóðnum og úr bara sjóði á New York hlutabréfamarkaðnum sem ég vann í 3 ár. Mér fannst þetta vera bara þekking og reynsla og önnur rödd sem ég að bjóða upp á. Ég var nú eiginlega satt að segja bara frekar óvænt ánægður með útkomunni. Ég var næsti maðurinn á eftir þeirri konu sem datt út við að Helga Hlín komst inn sem var eini af okkur 4 sem buðum okkur fram sem komst inn, en hún var líka með gildi og 2-3 aðra lífeyrissjóða bakvið sér. Herðu, en þetta mál í Íslandsbanka núna í vor sáttinn við fjármálaeftirlitið út af fráleitum vinnubrögðum við sölu á eigin bréfum bankans. Er þetta merkjum það að íslenska bankakerfið það sé ekki svona eins og kerfislæg spilling í því að það þurfi raunverulega að umbreyta kerfinu, að það sé ekki von til þess að það einhvern veginn skáni á þess að séu gerðar einhverja róttækar breytingar á því. Og kannski ef við maður skjóta einu svona auka, af því að það er oft verið að halda því fram, kakast okkur almenningi, að það hefur verið gerða gríðarlega breytingar á bankakerfinu eftir hrun og mikill lærdómur dregin og annað slíkt, en við erum alltaf að fá fréttur að svo er ekki, borgunarmálið, þetta mál, við sjáum engan mun á þessu bönkum heldur áður, en bankamennir alltaf að segja okkur að það hefur verið gerðar stórkostlega breytingar, þetta sé bara allt annað umhverfið heldur en áður var. Já, og þetta kom reyndar mjög skýrt fram þannig á fundinum, það að vera á fundinum og taka þátt í þessu framboði og setja þarna var mjög áhugaverð reynsla og upplýsandi í raun og veru og hann var sendur út á netinu. Ég held að ég hef ekki fundið upptöku en það var alveg þessi virði að... Ef einhver á ekki fyrir Netflix áskriftinni sinni í þennan mánuðina þá ætti hann að fara að hlusta á þessa. Já, sko, þetta sem þú varst að lýsa kemur mjög skýrt fram hjá bankafólkinu og það er alveg rétt að vissu leyti. Það er að segja að það er búið að umbylta reglukerfinu alþjóðlega og það hefur verið innleitt hér að vissu leyti. Það er að segja að það hefur verið fært í lög og reglur og bankarnir þurfa að síðan innlega þær og setja sér sína reglur en það að setja lög eða reglur dugar þó ekki endilega til. Þetta hefur þú að segja það sama, oft er sagt að þú stoppar ekki glæpamennsku með því að herða lögin. Nei. Þú verður að grípa til ykkur aðgerðan en fólk fari eftir lögum. Já, og sko það er eiginlega það sem er verst í þessu máli finnst mér frá mínu alþjóðlega sjónarhorni er að jafnvel þó að það sé búið að laga helling til í bankakerfinu, það sé búið að innleiða mikið af þessum alþjóðlega reglum og svona, að þá þegar að svona raðklúður eins og ég vil kalla það, allt þetta söluferðli á þessum banka, þegar það afhjúpar og varpar ljósi á hvernig málum er háttað, allir tala gagnsæi og ferðlýsi gagnsætt og svona, en svo varpar þetta bara ljósi á, jafnvel þó að kannski sé það bara nokkur fá illarótin epli sem hafa valdið skaðanum og flestir starfsmenninni sé að reyna að bæta sig og þess og þar, að þá
ekkert hægt að útskýra fyrir útlendingum til dæmis það þegar 22% símtalana eru tekinu upp. Það mjög innbeittur brotavilji að vilja bara ekki eiga upptökaði þegar það verið að bjóða konunum að taka snúning á ríkissjóði eins og það var kallað. Sérstaklega ef þú pælir í því að sko öll stóru skandalamálin úti, Libor-skandalinn og fleiri svona mál sem hafa verið að falla dómar í núna eftir vel mörg ár, byggja öll á afritum af tjatti treytarana og upptökum af símtölum. Þannig að sko... En hér bara ekki tekið upp. Þannig ef þú vilt segja eitthvað, ef þú vilt gera eitthvað sem þá bara slekkur á vélinni. Já, og sko, og það var mjög vel farið yfir þannig á fundinum upphafi þessa sátt og auðmjúklega viðurkennd mistökin og sagt frá því að þeir hafi nú innleitt kerfi að það væru öll símtöl tekin upp í borðsímónum en í farsímónum þyrfti fólk sjálft að kveikja á því og þetta vekkir eins nóg vel og þetta þurfa að endurbæta ferla og bla bla bla. Ég meina það að innleiða svona kerfi eftir allt sem búið að gerast alþjóðlega lítur út fyrir útlendinga, nú ætlum ég ekki að dæmi í þessu máli, en það lítur út fyrir erlenda fjárfesta til dæmis, eins og bara annarkvort einhvers konar algjör kjánaskapur, barnaskapur eða, vilji til að vera alltaf að leika sér á gráasvæðinu og það bara... Og þetta á ekki bara við Íslandsbanka, við getum ekki dreigið þær áreildanir, við erum náttúrulega ekki séð inn í hitt, en það svona almenn tilfinning fólks, að þetta sé líkt í öllu bökkunum en þeir fólk að fara þarna á milli fram og tilbaka. Og sko, og þeir eru náttúrulega svo kimlíkir, allir þrír komnir á markaði núna, þó að ríkið eigi 98% í Landsbankanum en fólk sér líka að það engin verðmunur á milli, þannig að ekki nú samkeppnin að valda einhverju afgerandi breytingu, það sem að olli afgerandi verðbreytingu á innlánum, sem sparifé var þegar Indó kom bauðhærri vexti, það sem olli afgerandi breytingu á útlánum, húsnæðislánum var þegar lífeyrissjóðirnir fóru að bjóða beintlán. Ég meina þessir þrír sem eru þarna eru bara í fákeppnis nánast einokunar aðstöðu og eins og er á mörgum á Íslandi þar sem að 3 yfirleitt fyrirtæki skipta með sem markaðnum og öll gæta þess að fara ekki út í verðsamkeppni því að þau hafa það betur með því að okra sameinlega á viðskiptamönnunum heldur en að fara að minnka eigin hagna með því að reyna að stekka markaðshlutdeild. Og þetta bara sýndar samkeppni, leyfi ég mér að segja. Sem náttúrulega svolítið alvarlegt Ásgeir Brynjar, því að dragaði kannski ekki oflangt frá bönkunum. Það svolítið alvarlegt að við erum til þessum ríkisstjórn sem að styður atvinnulífið og atvinnulífið svona atvinnulíf sem að raunverulega nýti sér fákeppnisstöðu til þess að ná sem mestum peningum út úr neytendum og almenningi. Já, og ég meina hækkun stýrivaxtana núna að hún náttúrulega bara hækkar sko vextina sem bankarnir fá og innstæður sínar í Seðlabankanum. Þannig að það eru bara beint fjárflæði úr ríkissjóði eða ekki úr ríkissjóðunum heldur úr Seðlabankanum sem hluti af okkur í ríkinu saman. Og allir bankarnir sýndu umtalsverða hækkun á vaxtamun í uppgjörunum núna í sumar. Og þegar verðbólgan fyrir upp og vextinni fyrir upp að þá bara eykst hagnaðurinn automatist á þess að þeir þurfa að leggja neitt á sig. Það var náttúrulega leggja á sig þeir hækka útlánin í takti Seðlabankan en þeir gera það síður við innlánin líka út af verðtryggingunni í auknum vöxtum að miklu meiri stabbi á útlánunum sem verðtryggður heldur en innlánunum þannig að þegar aukin verðbólga og hærri vextir og flæða peningar inn í bankana og það ekkert gert í þessu þó svo að þetta sé skona raunverulega eins og stjórnvaldsaðgerðir að það var ekkert gert til þess að raunverulega taka hluta af þessum hagnaði bankana út af verðbólgunni og nota hann til þess að styðja þá sem að verðbólgan bitnar helst á. Nei, og það má ekki tala um það og það þessi sér íslenska verðtryggingar hefð og bara menntun hagfræðinga á Íslandi í heildina sem byggir á því að það nánast talið aðra stjórnarskrá að króna rýrni ekki fyrir þá sem eiga krónur og bara það var eins og það þegar voru hér neikvæðir raunvextir í smá tíma eftir heimsfaraldur
að þá vorum við fyrst í heimi að hækka stýrivextina til þess að ná nú raunvöxtum yfir á jákvæðstig meðan að, ég meina, lönd eins og Svíþjóð voru búin að vera með neikvæða raunvöxt á húsnæðislánum í áratug eða meira. Í Bandaríkjunum núna þegar vextin er að fara upp þá eru öll húsnæðislán sem fólk er með bundin í 30 ár á hinnum gömlu lágu vöxtum, þannig að það er erfiðara fyrir nýtt fólk að komast inn á fasteignamarkaðinn og þannig er hagkerfið kælt, en það er ekki verið að setja stabban megni af skuldsettum heimilum í landinu í efnahagsstrengingar, af því að allir vita þar að það tapa allir á því, fyrirtækjaeigendur, hagkerfið í heild líka. Hér er mjög gott að eiga penning, það er vel passað upp á það, en það er alltaf mikið lotteri að hvenær þú kemur inn á húsnæðismarkaðinn, hvernig þú hafðir lánasamsenninguna þína, og það er aftur í ljósi þess að sýndar samkeppnis valfrelsis að fólk er að geta valið á milli þess að vera með verðtrið eða óverðtrið að blanda því. Það er nánast eins og hálfgert grína, því það eru þeir sem eru með hærri sem hafa efna á að hafa óverðtryggð lán og þar með raunverulega lækka lána stabban sinn og auka eign sína í fasteigninni, meðan þeir sem eru með lægri tekjur eru með verðtryggð lán og eru þar með bara að fresta fátæktinni eða efnahagsstrengingunum þar til síðar á ævinu, og vonandi verði fasteignaverð búið að hækka, þannig að þeir allavega vonandi geta þá keypt sér minni íbúð skuldlaust eða fara á eftirlaun í staðin fyrir fjölskyldu íbúðuna sem er búið núna. Sum þeir að standa í þeirri frammi fyrir því val í dag sem að voru með óverðtryggða lága vexti og þurfa að skipta yfir núna, að annars vegar bara að fara í greiðsluþrot vegna þess að ráði ekki við vaxtabyrðina, eða að leyfa bankanum að éta upp eigið féð með því að svissa yfir í verðtryggð lán. Þetta er ekki raunverulegi valkostir frjálsu markaði ef einhver heldur það. Þetta eru bara nauðarsamningar sem að fólki stilt uppi við tvo afar slæma kosti af bönkunum. Og þetta er ótrúleg efnahagsstjórn, en að því að þetta er ekki nema þriðjungur heimila sem er skuldsettur og þriðjungur heimila sem býr í ein húsnæði sem er ekki með einar skuldir og þriðjungur sem er með mjög litla skuldir sem munar ekki þetta, svona skroft tekið, en þessi þriðjungur heimila sem er mikið skuldsettur og síðan þessi sem er á leigumarkaði, samtals kannski er helmingur, ef við förum aftur í svona hlutfalla, að sá helmingur er bara í vondum málum og það er eins og að enginn í pólitíkinni vilji standa fyrir þeirra og það er raunverulega fram að manni Ásgeir, þegar maður hlusta allir þess á fréttir þar sem fólk haldur þessu fram að skuldabyrði heimilana hefur lækkað og svona án þess að getum það að eftir hruni var náttúrulega bara fólki hent út af eignamarkaði, þeir sem voru fátækastur og skuldu þar landi mest hent út á leigumarkaðinu og annað slíkt, eins og það séu sko jákvæð teikn. Það sem er verið að horfa á það sem er ekkert að og taka þá sem dæmi og hort framjá þeim sem að raunverulega líða fyrir ástandið. Og húsnæðisstöðningurinn er búin að felast í því að aðstoða þá efna meiri sem hafa getað sett séreignarsparnað í að greiða niður höfuðstól. Ekkert slæm aðgerð í sjálfu sér, en þegar við horfum á heildina og stuðningin sem fer til þeirra sem eru mikið skuldsettur og hafa ekki efna á séreignarsparnað, er þetta ég held meira að segja IMF blöskri í þeirra úttektum á hversu, þeir segja náttúrulega ekki beint í sínum skýrslum því verða að hjálpa betur þeim sem illa eru staddir húsnæðismarkað. Þeir segja, en þeir leggja til að hægt sé að eyða peningur ríkissjóði til að greiða niður eða veita skattaafslátt á niðurgreiðslu húsnæðislána hjá efri helminginu. Þannig að hægt að styðja hinna betursettu og einbeita sér því að styðja þá sem eru hjálpar sér. En Ásgeir, það er margt að íslensku bankakerfi. Er hægt að breyta því innan úr stjórn og bankana? Já, ég var kannski að vonast til að geta fengið innsýn í það og sjá til hvort að það myndi geta gengið. Ég lagði nú til að þegar hvítbókin kom fram og að það yrði skrifaði 6 sína úttekt á þeirri 300 sína hvítbók, að það lagði þar til fullt af punktum hvað þyrfti að hugsa og ræða betur og kanna. Það var þakkað bara, engin viðbrögð, stundin birti það, engin umfyllunum fjölmjörnum og engin
í raun og veru viðbröð þó að hvítbókin sem við sett í samráðsgátt. Það er mikið lagt á sig í íslensku samfélagi við að vitna ekki til þín og dissa þína skoðanir, dissa þína persónu og öðru slíku. Þetta heyrir maður bara á þessum hægri podcastum viðskiptamál, það sem verið að tala þig bara eins og að þú talið tóma vitlis og alveg sama þótt að komi alltaf fram aftur og aftur að þú hafði rétt fyrir þér. Já, ég veit ekki hvað maður á að halda þetta út lengi en ég sko laði líka til þegar Íslands bankasalan fór í fyrra útboði þegar klúðurinn með Íbúðalánasjóð kom inn í það væri hægt að setja stopp á Íslandsbankasölun og nýta arðina af Íslandsbanka til að greiða niður skuldina af Íbúðalánasjóði og svo væri hægt að halda áfram með ferlið. Bara svona lausna mig til að ekki trætt. Ég fór með hana fram ekki hér hjá þér heldur í Sprengisandi. Ég held að RÚV hafi skrifað eina litla frétt upp úr engin viðbröð, engin umræð. Þannig að það eins og það megi ekki ræða neinar svona tillögur eða hugmyndir og alls ekki neinar róttækar lausnir eða endurskoðun á bankakerfinu. Heldur skal það bara endurreist í sinni fyrir mynd, skal vera á hlutabréfamarkaði en að því að þetta náttúrulega mjög mikil gróðamaskina á hlutabréfamarkaði að eiga bankana og fá arðin af þessari neyðar þjónustu sem fólk verður að hafa aðgangað og sko greiðslumiðlunarkerfi til dæmi sem var nú bara í hádegisfréttunum verið að tala að væri þjóðaröryggismála yrði sett upp í sjálfstæðu kerfi svo það væri ekki að fara hagnaður til Visa og Mastercard sem að bankarnir áttu en seldu úr landi. Já, og við erum mjög snjöll í því hér að selja til útlanda grunninnviði, svona hvort sem það eru símamöstur eða svona greiðslumiðlunarkerfi meðan að sko og leigja það svo tilbaka á hærra verði. Já, og borga síðan þá bara hærri gjöld og hagnaðurinn er fyrirfram greiddur út til þeirra sem seldu þetta og síðan eru aðrir erlendir sem fá hagnaðin af þessu. Og sko ég meina Gylfi Sóka búin að tala þetta greiðslumiðlunarkerfi í áraraðir síðan hann var í peningastefnu með innsýn í þetta og ekkert gert að því að virðist, það þarf að leyfa einhverjum sem að græða og svo halda áfram að græða og það má ekki hrufla við því þannig að kemur aftur, það eins og þessi æðra stjórnarskrá að þeir sem er krónur fáir þær verðtryggðar plusvexti og þeir sem séu að græða á einhverjum muni ekki þurfa að hætta að græða á því sem er andstætt kapitalism. Þannig að þetta umræðan leigumarkaðin að það eins og stjórnvöld alltaf verja sko rétt okrara til þess að græða peninga á þörf annara til þess að búa ykkur staðar að það sé eiginlega æðsta markmið. Já. Og ég meina sko ég vil ekki sko segja neitt nýju stjórnina þannig að við vorum að ætla henni hún bað nú sko frið og ró til að laga til þannig að maður verður alltaf að hafa von í brjóstum að ný stjórn hérna taki til og breyta hlutunum en að breyta kerfinu það gerist ekki úr einum banka það náttúrulega mögulega hægt að gera það þegar ríkið á heilan banka eða 1,5 en það þess vegna sem til dæmis kínverska ríkið á ennþá 51% í öllum 5 stærstu bankunum þar. Það þessna sem að norska ríkið á líka sko helming í DNB sem er langstærsti bankin þar, einn stór sko. Þeir eiga þriðjung ríkissjóður og svo lífeyrissjóður ríkisins. Passa sig að fara ekki undir þriðjungin til þess að geta haft svona einhver stjórn á þróun. Já, og stýra helmingi. En hér er eins og að vera að tala um þessi sérstakt vandamál að ríkið eigi yfir þriðjungi. Þess vegna er verið að tala um sameiningu við Kviku, einhvern veginn til þess að koma hlut ríkisins undir þriðjungin, dreifa hlutabréfum til almennings sem að myndi náttúrulega leiða til þess eins og þú varst að lýsa áðan að það voru 24.000 mann sem að keyptu í fyrsta útboðinu, þeir eru 12.000 eftir líklega, þannig helmingurinn er farin. Ef þessu væri dreift yfir allan almenning og við þekkjum þetta bara úr rússnesk einkavæðingu og öðru slíku, að þetta er mjög fljótt að fara til eina sko auðuri. Já, sérstaklega ástandi eins og núna þegar fólk kannski þarf að losa sparnað til að standa undir auknum kostnaði. Þannig að hér er umvel að stefna svo að koma hlut ríkisins sem allra fyrst undir hennar þriðjung. Já, þetta er ég veit ekki hvort þetta er stefna eða stefnuleysi sko, en náttúrulega sko, það verður náttúrulega að benda á höfundur hvítbókarinnar fyrir hönd fjármálaráðherra sem að lét setja þá vinna í gang og síðan þingið fjallaði það.
stjórnarforma bankasýslunar sem í slitaferli. Þannig að sko, ég veit ekki hver margir af hlustendum eða hluthöfum eða kjósendum að koma að segja, sko, trúi því að þetta sé einhver armslengd fjármálaráðherrans eða hvort þetta sé bara sýndar armslengd og sýndar sjálfstæði stofnunar sem þannig óljóst hvort það lifandi eða dauð, gangandi eða. Ég held að við þurfum ekki að tipla í kringum þetta. Það eru kannanir sem benda til þess að almenningur, meginþorri almennings, lítur þannig á þetta sé allt saman gert í einhverjum tilgangi við að koma eignum almenningsins til tiltekina aðila. Þess vegna reis almenningur upp fyrir rúma ári síðan. Og þegar ég einn útskýrð af útlendingu, þá náttúrulega voða erfitt að andmæla því þegar að menn segja að þetta lítur nú út eins og einhvað svona rassvasa bókhald hjá fjármálaráðherranum í sko þegar að klúðurinn koma í röðum og sko afhjúpa eða varpa ljósi á það sem í gangi undir niðri. Jafnvel þó að örugglega, ég trú alveg því sem að kom fram þann á fundunum og aftur sem þú varst að spyrja í byrjun. Ég meina, það er búið að breyta hellingur reglum umhverfinu, en menn verða þá líka að fara að breyta viðhorfinu. Kannski þarf að breyta kennsluháttum í viðskiptafræði. Það annar svolítið sko furðulegur svona lapsus á þessu landi að fyrsta lagi það að það er einhver svona samsvörun á milli þess að hagfræðingar að hagfræðimenntaðir að hagfræðingar sé sama á hægri sinnaði pólitík. Sko. Í öðrum löndum eru hagfræðingar bæði til hægri og vinstri pólitík en hér er eins og ef það kemur einn hagfræðingur sem hérna vinstra megin við miðju pólitíka þá skal hann þakkaður í hel til þess að þessi hættulegi kommuníski áróður berist nú ekki til barnanna og spilli þeirra hug sko. Hvers konar samfélag er það eiginlega? Það er ekki fólki sem er valið til þess að vera í stjórnum þessara banka. Ég tók það nú saman við gömlu stjórnina sem hafði verið eftir þetta gerðist, hvaða fólk er þetta sem stýrir bankunum og það voru held ég öll nema einn voru með MBA sem að ég man að Jónas Kristjánsson ritstjóri kallaði sko hérna að vera með prófi í nýfrjálshyggju. Já, þú veist að það kom allir stjórnarmenninir úr svona sama ranni og það er náttúrulega bara það er vara við því bara í öllu, hvort sem er stjórn á sko sóknarkirkju eða íþróttafélagi eða fyrirtæki eða banka, ekki vera að sko láta fólk velja sér saman einhverja klíku sem allir hafa verið sömu skoðunar. Nei, og ég lærði nú MBA í útlöndum þegar það voru bara 7 á ári sem útskriðust með það, síðan stutt eftir ég kom heim voru 2 skólar hér farinir útskriða 35 hver, þannig að það tífaldaðist upp í 70 ári, en ekki lærði ég mikla nýfrjálshyggju sérstaklega þar, en mjögulega það þarf að kanna það eins betur, hvort þetta sé einhver sko lapsus í hvernig ég kent eins og það að græða sem mest og snúa á náungan og sé gott. Það er bara kent að arðsemi sé æðsta markmið allra fyrirtækja og arðsemi er bara það hversu mikið fyrirtæki getur dregið upp og fært eigendur sína með fé. Já, en þetta er bara 20 ára gömul hugmynd með við sem... Já, en þannig er bara bankunum okkur stjórnað og ég ætla að spyrja það því í lokina því ég tók nú saman, ég gerir þetta svona 1-2 ári að tekja saman sko hagnabankan og berða saman við landsframleiðslu en núna eru bankanir 3 stóru búin að skila sko hálfs árs uppgjöri og þeir eru þar að græða minni með 40,3 milljarða sem er náttúrulega óheyrilegt fé. Kvik er ekki búin að skila öðrum ársfjórðungi en ef ég rekna með þessi bara sama á öðrum og fyrsta að þá er þetta svona 43 milljarðar sem að þessir 4 bankar draga upp sem er það 86 milljarðar á ári ársgrundvelli og miðað við landsframleiðsluna á fyrri hluta ársins að þá er þetta svona 2,1% af landsframleiðslu sem að þýðir það að 1 króna hverjum 45 sem að veltir hagkerfið endar sem hreinn hagnaður á bönkunum. Þetta er hlutfall sem að til þess í Bandaríkjunum, ég tekkaði yfirleitt alltaf á því, að þar var þetta 0,9% í fyrra. Í Bandaríkjunum er svona almennt viðhorf almennings það að Wall Street, það er fjármálavæðing hagkerfisins, sé að eyðileggja Bandaríkin. Og þú kannast við þetta, stilt upp Wall Street á móti Main Street sem er svona raunveruleg framleiðsla sem er svona raunhagkerfið á meðan að sko fjármálavæðing hagkerfisins raunverulega eyðileggur
samfélagið með því að sko vera sameina fyrirtæki, flytja störf, draga sem allra mestan arð upp úr fyrirtækjunum og skila eigendum sínum sem að leiðir til þess að eigendunir græða, samfélagið versnar, verkafólkið missir vinnuna eða fær lakari kjör, neytendur fá verri þjónustu, dýrari vöru og allt það fram, þú þekkir þetta. Og það sem ég að velta fyrir mér, hvernig stendur á því að Íslendingar sætta sig við það að þessar bankastofnanir sem ég man eins og að þú sagðir einhvern tímann í viðtali að það væri svona tildulega einfaldur business. Það er ekki banka á Íslandi því þetta er bara svona dreifing á peningum. Þú bara tekur inn vinnlánum og þú lánar síðan út og þetta er ekkert flókið, þetta er ekki kjarnorkuvísindi. Hvernig stendur á því að samfélagi sætti sig við það að innan þess síðan þessi maskína sem hefur þessi ógnarvöld yfir uppbyggingu atvinnulífsins sem að sogar til sín svona óheyrilegan hagnað. Kann það skilja þetta? Ég man að einu sinni að þá sló held ég hagnaðu bankan í Nóri upp í eitthvað 1,4% landsframleiðslu. Það var allt vittlust. Verkalýðshreyfingin reis upp, það voru auka fundir í stórþinginu og þeir voru dregnir inn bankastöðuna sem lofuð að gera þetta aldrei aftur. Hér er miklu grófari fjártaka, eða hvað við maður kalla það, sem að viðgengst ár eftir ár á þess að stjórnvöld eða alþingi eða nokkur kvart yfir því nema ég í þessum greinum 2 ári. Já, nei, þetta er alveg, þetta er mjög mikil ráðgáta því að og aftur, ég einhvern tímann bent á greinum og ég fór yfir í Svíþjóð get ég alveg lesið út úr hvað álagning sænsku bankana er á húsnæðislánunum til dæmis sem að þeir bera saman fjármögn á kostnaðin sinni versus útlánakostnaðin. Þetta var allt einhvern veginn þakkaði heilega sleið út af borðinu sem að ég skildi ekki sér íslenskar aðstæður en það að fólk skuli láta bjóða sér þetta er náttúrulega bara því það getur ekki farin eitt annað og fengi lán og það er háði að vera með bankaþjónustu. Það er ekki hægt einu svona að vera með greiðslumiðlun nema í gegnum þetta kerfi og þetta er bara skólabókar dæmi fákeppnismarkað og það slæma við einokun og fákeppni. Það hafi ekki notað tækifæri síðan þegar að ríkið átti 2/3 af kerfinu er mjög merkilegt. Það að hafa gert þessa hvítbók, innleitt þessar reglur, 300 sína skýrslar á forsætisráðuneytinu hvernig hafi gengið að innleiða breytingar frá fjármálahruni. Þetta er allt svona alþjóðlegt regluumhverfi en útfæslan hér er síðan þannig að menn 78% takk ekki upp símtöl þó að þú myndir aldrei komast upp með það erlendis bara og myndir missa leyfið til að reka fjármálastarfsemi og það að breyta kerfin einhvern veginn eftir þetta mikla fjármálarun var ekki til umræðu. Það var bara endurbyggja 3 banka- og hlutabréfamarkaði sem skapa arð fyrir sína hlutafa. Það að fjölga hlutum var talið rosalega jákvætt þó ég hef nú komið staði í gegnum þetta ferli væntanlega var fæstir að lesa útboðslýsinguna. Mjög fáir af þessum 10-12.000 sem ennþá áttu hluti í bankunum vissu að þeir hvernig átt að geta kosið á hlutafundinum eða þá að það væri margfældiskosning sem þýðir að þeir gátu sett 7-falt atkvæða vægi á 1 til að gæta litla hlutafa. Þannig að það var ekki af því að það væri þekking á hlutabréfamarkaði sem að væri að fjölga hann á hlutum heldur var þetta bara taka snúning á ríkissjóð held ég, fá eitthvað ódýrt og græða vel á því að ríki var að selja og síðan er spurning núna, ég meina það er ekki stóri fjárfestar að ná völdum í þessum bönkum eins og þetta lítur út núna, ég þekki svo sem ekki Arion banka eða Kviku en þetta eru lífeyrissjóðir. Það hefur verið leiðandi svona FL stóðir leiðandi svona í því, þar var sett mjög frek arðsemiskrafa á bankan, þar sem átt að draga upp úr honum raunverulega allt svona auka eigið fjár. Já, og þeir greiddu út hluta af þessum viðbótaböffurum eftir svona nýja. Greiddu 10 milljarða. Eingreiðslur sem að þegar að Seðlabankinn lækkar kröfunar, Þannig að þetta er náttúrulega miklar peningavélar þannig, en núna allavega eru lífeyrissjóðirnir orðnir mjög stórir í Íslandsbanka en ríkið á Landsbankan þar hins vegar koma samkeppnisreglur inn í að ríki getur ekki beitt Landsbankanum til að
dömpa verðum, lækka verð og að því þá það dæmt sem óeðli samkeppnishættir sko. Þannig að við það er búið að lögfesta raunverulega nýfrjálshyggju ef ég má segja það aftur að þótt að ríkið eigi Landsbankann það verður að hegða sér eins og hálfgeggjaður kapitalisti í rekstrinum á bankanum. Ríkið gæti náttúrulega setja eigandastefnu sem krefst ekki 10% sem eigin fjár það var mjög almennt rætt erlendis og arðsemiskrafa á svona hefðbunda bankastæð sem erlendis mun lægri en það, þannig að ég átta mig ekki alveg á þeirri eigandastefnu ríkisins en sko þarna samt það hvað segja erfitt að breyta þegar búið að endurreisa kerfi eins og var og erfitt líka að fá einhverja alvöru samkeppni, ég vil þó og komið svona, það er svo flókið út af reglumhverfinu að opna bankan, það er ekki öðvöld fyrir sko stjættarfélögin komið sér saman að stofna nýjan sparisjóð, það er svo dýrt og flókið þannig að þetta er mjög svona trygg sem annað einkenni á fákeppninni að þau fyrirtæki sem sitja eftir að þau ítar eftir stjórnvöldum að búa til aðgangshindranir inn á markaðinn. Það er oft haldið fram að sko ríki sé að setja einhverja kvaðir á atvinnulífið, ríki þarf að fara að kröfum inn að stóru fyrirtækja sem að vilja verja sig frá mögulegri samkeppni í framtíðinni með því að hafa engungu skilyrðin svo erfið að enginn komist þar inn. Og frelsi til að græða er svo sterkt og ríkið þurfi ekki þeirra sem að græða sko. en þarna má maður ekki gleyma sko kjarnin, og þetta hefur nú verið kjarnin í mínum málfræðingi alveg síðustu 10 ár síðan ég kom hingað, sko að bankarekstur er ekki eins og hver annar fyrirtækjarekstur. Þetta er einhvers konar innviðir eða veitustarfsemi en líka sem að gleymist líka í þessu og kom aldrei inn í umræðan þegar menn var að tala um að það var svo mikilvægt að létta þessari áhættu af ríkinu að standa í þessum áhættu sem að rekstreiga banka sem fyrstulega mjög lítil áhætta á Íslandi, þú græðir svo vel af því. Áhættan situr alltaf eftir hjá ríkinu vegna þess að ef að klúður að stenga banki eins og við þekkjum að þá fer öll áhættan yfir á ríkinu. Nákvæmlega, þetta er confidence trick kallað á ensku. Það er að segja að þetta er svona svona bluff sko og það afhjúpaðist mjög vel í byrjun þessa árs þegar að bankarnir fóru á hausinn í Bandaríkjunum Silicon Valley Bank og hinnir að sko þegar á reynir þá einkareksturinn í bankakerfinu þannig að ríkið stendur í raun og vera á bakvegan óbeint. Ríkið situr alltaf uppi með tapið en engaðilega fá að hirða hagnaðinn á meðan að velgengur og svo skóplaðir tapinu yfir á ríkið. Og þá kemur eiginlega þetta síðasta, hvað getur maður gert til að sko minnka þennan hagnað sem varst að reikna út þarna sko það hefur náttúrulega mjög mikið breyst í því að sko hver mikið þarf að vera að græða af svona starfsemi. Það þarf ekki að vera með fullt af verðbréfaguttum og háum launum við að gera þessi viðskipti. Þetta er orðið mjög tæknivægt. Algoritmar sjá 80-90% öllum hlutabréfaviðskiptum í heiminum núna. Þannig að sko að það er í raun og veru alveg stórfurðulegt að þetta þurfa að vera svona dýr þjónusta. Hitt er síðan, og það er það síðasta sem við kannski höfum sem almannavaldi til að reyna allavega gera það lífvænlegt að lifa af þessa verðbólgutíma hérna að stýrivextin verði ekki hækkaðar og mikið sem er mjög mikil umræða alþjóðlega að vera ekki keyra hagkerfið inn í þrot hér er náttúrulega, í ómikla samdrátt hér er náttúrulega uppsveiflóta ferðaþjónustunni þannig að það er ekki vandamáli eða sem vandinn er ómikil þensla en hún lækkar ekki við að stýrivexti fara upp í 12% eða 18% eða hvað nú er. Það er einmitt í ofþenslunni sem að sko fyrirtækjaeigendur eru til í að taka á sig sko háavexti. Já, en þarna er algjörlega, og þetta er bara einhver dýrasta námskeið í uppfæslu á efnahagsstjórn í heiminum sem hefur ekki komist hingað til lands með því að vera að láta Seðlabankann gera þessi mistök hérna eins og Ólafur Margeirsson beint ágætlega á í nýlegri grein ef að stýrivextin verða hækkaði núna í ágúst líka þá er sko skaðinn af því margfaldur á við það sem er verið að fótur í en þannig ef það er trú á að það sé æðra mannréttindum og stjórnarskrá að hafa jákvæða raunvexti fyrir þá sem eiga peninga þá munu sko ansi margir fara ansi illa út úr því og tækifærið sem að almannavaldið hefur og tól almannahags er einhvern veginn bara lömuð fyrir það að
hvernig Seðlabankanum stýrt og hvernig fjármálakerfið uppbyggt eins og það var áður. Þannig að ég vona að við sjáum einhvern veginn því afstýrt en það nú ekki mikla líkur á því, ég held að við fáum bara sömu svona hálfdauðu ríkisstjórnina, hún mun lafa líklega út kjörtímabilið. Við ætlum að ræða hérna við bróður minn og eftir það, hvernig svona líkundur á því líftíma ríkisstjórninar. Má ég að því að þú nú einn að fáum mönnum sem ég þekki sem ert vel að vera inn í reikningsskilum banka. Þegar að hemmt upp á bankana þessi mikli hagnaður, þá svaraði þeir svona, þetta er ekkert sérstakt svona arðsemi eigin fjár í samhengi við banka í öðru löndum. Hér á Íslandi er meiri eigin fjárkrafa heldur en víðaskvar og ástæðan er náttúrulega eðlileg. Það vita allir á Íslandi að bankarnir hrundu yfir samfélagið 2008 og þess vegna voru settar upp svona sérstakar kröfur á öryggi bankana að þeir hefðu eigið fé til þess að standa af sér efnahagskreppur og erfiðleika. Eigendurnir hins vegar gera kröfur það að fá sama hlutfall arðsemi út úr sínu stóra eigið fé og aðri bankar annars að fá út úr sínu litla, eða ekki litla en minna eigið fé. Arðsemi eigin fjár var eitthvað tæp 11% í þeim banka sem hafði það minnst á öðrum ársfjárlungi, 15,5% arðsemi eigin fjár í Arion banka. Niðurstaðan er þá sú að þegar að ríkið til þess að vernda almenning setur kröfur mikið eigið fé, að þá koma stjórnir bankana og krefjast þess að fá fulla arðsemi á öllu þessu eigið fé, skópla þar með út í samfélagið háum vöxtum og meiri vaxtamun heldur en í öðru löndum til þess að eigendunni fá arðsemi á öllu eigin fénu sem þarna inni. Þar lendi með því að verja almenning fyrir falli bankana, að þá er almenningur látinn borga það vegna þess að eigendunni verða að fá sína arðsemi bara með eiginlega niðurbroti lífskjara hjá þeim sem skulda mikið. Hvaða efnastefna er þetta eiginlega? Já, nei, þú veist, þarna þarf maður að skoða heildina og það var meðal annars þarna, út af þessu sem ég var ekki með ágjör af því þó að ríkið ætti henni áratugurúman, 2/3 af bankakerfinu, en það var það að skila þegar það var búið að endurbyggja og endurreisa og afskrifa lán og fá út úr slitabúnum, bara að skila ágætis arði í ríkissjóð eins og af Landsvirkjun og þar kemur aftur deilanum á að einkavæða Landsvirkjun sem er svona veitustofnun og hvað er að fara langt í því eða á bara svona grunn veitustarfsemi í landinu að vera innviða uppbygging sem við eigum saman og fáum laust við arðsemiskröfu. Já, eða þá bara eðlilega arðsemiskröfu til að endur byggja kerfin, klóagreiðslunar og uppfæratölukerfin og greiðslumiluna svona hæfilega. Það er ekki sjálfgefið að það sé samkeppni á þriggja aðila á markaði eða það að sé skráð á hlutabréfamarkað og samkeppni hver vill koma með eigið féð í það. Þó að það geti skilað fínni útkomu í bílaframleiðslu eða kartöfluframleiðslu þá er það ekki með að vera einsluna endilega það sem er að gefa besta niðurstöðu í uppbyggingu ljóslegara kerfis eða skólpræsa eða greiðslumiljunar. Þannig að þarna þarf hugarfarsbreytingu en hvaðan kemur hún? Já, við reynum að vekja hana hér ef það dreifist út í menntakerfi kannski næri ekki alveg að standa undir í með að það eru 4 háskólar sem kenna viðskiptafræði á sama hátt með nýfrjálshyggju boðskap en ég reyna að fara í fleiri fjölmiðla líka og boða það sem að hafi verið að gerast út í heimi á þessu sviði en klípan þegar hún lýsir er alveg sama eins og með sektina upp á miljard. Ég meina hver heldur að borgi það kemur náttúrulega núna miljard lægra í hagnað á Íslandsbanka eða þú ber saman við hinabankana en í raun á endanum er þetta viðskiptavinni sem greiða fyrir svona sektir með herri gjöldum eða hlutafar í lægri arðsemi og nú eru við hlutafar upp á 42% og í lífeyrissjóðunum okkar upp á þriðjung þannig að 78% eru þannig við sjálfa borga þessa sekt til okkar sjálfura þannig að það borga háa vexti til þess að standa undir einhverjum eigin fjárkröfum þannig að almenningur er hér fólk og fyrirtæki að vinna fyrir bankana eins og ég sagði hérna áðan að 1 króna hverjum 45
sem að veltur hagkerfið endar sem hreinn hagnaður. Þetta er bara stjarnfræðilegt rugl. Algjörlega galið og ég meina það er mjög mikil umræða út í heimi e-krónu, stafræna evru, Kína komið mjög langt í þessu, þar var náttúrulega kom Alipay og WeChat með WeChat Pay, það er greiðslumiðlunarkerfi komið í framþróun meðan að við erum einhvern veginn bara borga kostnaðin af þessu dýra greiðslumiðlunarkerfi og borga kostnaðin af þessu dýra húsnæðislánakerfi í gegnum bankana sem var náttúrulega fært af hendi ríkisins úr Íbúðalánasjóði yfir á bankakerfið og við erum að borga bæði tapið af Íbúðalánasjóði og hinn háa dýrarekstur af því að þú getur farið og valið á milli 3 banka hvar þú færir húsnæðislán sem eru samt öll meira og minna með sömu vöxtum og sama varan alveg eins og klóakleiðslan sem þú tengir húsið þitt við svo sama allstaðar og ekki hægt að hafa mjög mikla svona fjölbreytni eða hagræðingu í hvernig það er gerst. Munurinn kannski bara sá að einn bankinn með rautt logo og næstið með blátt og sá þriðji með fjölblátt. Já, en sko aftur ef ég vísa út alþjóðlega reynslu þegar að ég flutti fyrir 20 árum til Svíþjóðar þá kom SBAB sem var svona gamall Íbúðalánasjóður Svíana inn á húsnæðislánamarkaðinn og lækkaði verðið, svolítið effektin eins og þegar lífeyrissjóðurinn kom hér. Það beitti ríkið sér, eða sjálfstæð ríkisstofnun kom inn á að því að bankarnir voru greinilega ekki í nógu mikil samkeppni sín á milli þessi 4 bankar þar. Þannig það auðvitað hægt að ákvarða. Auðvitað á ríkisstjórnin að vera með það markmið að halda hér vöruverði og þjónustu ódýri. Örugt og ódýrt húsnæði. En það er bara að stjórnvaldi ekki því. Þau eru fyrst og fremst að venda það að það sé hægt að græða á almenningi í bankastarfseminni, í húsnæðismarkaði, tryggingastarfsemi, sölu og olíu og matvöru og hverju sem er. Þetta er bara staðan. Ég meina, hinn leiðin sem að maður sér í sumum öðrum löndum þegar þau hafa, eins og ég var í Króatíu nýlega, þegar þau voru að ganga inn í evruna núna áramótin og gengu inn í Evrópusambandi fyrir 10 árum að bankakerfið þar í eigu erlendra banka eða ítalskra, þýskra banka og þá bara, kemur samkeppnisumhverfið úr nágrannalöndunum minn en ég ekki að fara að sjá meira sér skandinavíska banka fara að snerta á íslensku fjármálakerfi með töngum eftir orðsporið sem af þessu fer í viðbót við snúningin sem að hinn rasvasinn úr fjármálaráðundinu að taka á Íbúðalánasjóði og lífeyrissjóðunum sko. Þannig að hér bara búið í raun og veru í viðbót við hvað dýrt kerfið og hvað háar sem eigi fjár eða hluthafar í bönkunum fá að þá búið að hækka áhættuálagið á fjármögnunarkostnað kerfisins, húsnæðislána lífeyriskerfisins og sérstaklega þá húsnæðislána bankakerfisins og ríkissjóðs meira segja bara með þessum vendingum á milli rasvasanna í fjármálaráðundinu sem aftur segi ég bara stefnir í að vera eitthvað versta útreið nokkurs fjármálaráðherra Íslandssögunar á almenningi og ef að framfer sem horfir með Seðlabankann einhver dýrasta kennslustund í Seðlabankatíð fyrirverandi deildarforsta hagfræðadeildar að læra hvað hafi verið að gerast út í heimi í Seðlabankum í breytingum og hvernig önnur lönd láta neikvæða vexti, neikvæða raunvexti verða þess valdanda hagkerfi gangi og heimili fari ekki í þrot, fólk sé ekki að þjást að óþörfu vegna einhverja kreddna einhverja óðaverðbólgu frá tímum Guðmundar Jaka og mikilvægi þess að verðtryggja allar krónueignir en níðast síðan á neðri helmingi launastegans endalaust af því það hefur gengið svo vel hingað til. Fákeppnin og þessi trú virðist mér bara vera ástæðan fyrir þetta gengur hérna svona áfram og ég segi þá bara eins og ég hef sagt á ég veit ekki hvað ég get meira en ég nenni ekki að fara að endurtaka mig. Ég búinn að segja þetta og þú getur fara að gera eins og RÚV að endurspila bara fyrir þætti með
með mér gegnum sumarið þetta bara svona og tölurnar tala sín mál, ég ekki með einhverja agendu, ég ekki að berjast fyrir einhvern flokk, ég bara að greina stöðuna hana hjá þér, hvernig hún og hvernig við erum í samanburði við önnur lönd og við erum bara á mjög slæmri leið við erum á slæmum stað og erum á vondri leið. Herðu, Ásgeir Brynjar, takk fyrir að kíkja hérna við sumarið, ég heyri kannski í þér aftur eftir Vestlunarhelgi og segja bara góð helgi við þig. Já, takk fyrir. En ég ætla að skipta hérna yfir í pólitíkina, ég ætla ekki að færa okkur mikið til, hann kemur hingað, hann Sigurjón Magnús, bróðir minn, blaðamaður, fyrrum fréttamaður og við ætlum að fara svona yfir stöðuna á ríkisstjórninni eins og við höfum gert hérna vikulega í sumar eftir augnablik. Já, við settum á vakt í sumar á meðan við svona hægðum aðeins á útsendingunni á Rauðaborðinu á ríkisstjórninni sem voru skjálftar, jarðhræringar í ríkisstjórninni og settum á vikulega vakt og fengum Sigurjón Magnús Egilsson, blaðamann, bróðir minn, til að koma hingað og taka svona vikulega mælingu á ríkisstjórninni. Hvað ekki þetta svipað og gósið að það smátt og smátt. Það er þannig í gósinu að það þurfa að vera held ég 3 rúmmetrar á sekundu því annars bara lokar að sér. Og við erum kannski í hræringunum í kringu ríkisstjórnina komin í svona 3,5 kannski. Já, eitthvað slags. Já, þetta að lokast. Og ég setja fyrir mér að þegar Bjarni er búin að vera í fríi, bara slaka á vindsængin á Flórída eða eitthvað og engar ágjur að þessu. En samt sem áður, þá þetta svona með sprungur í vegg, og setur bara betra ekki yfir en sprungurna fara ekkert, Þannig að halda því fram að kosningum, hægri sinniðu villigöttum, á réttir línu, það verður kannski fyrst bara afgreiðanda, bara þegar þið hættið þessu, og svo svona kannski gerist þetta aftur, þetta þarna, þó hann feli það, þá það samt. Það var tilkynning lok fréttar á RÚV að reynt hafi verið að ná í Bjarna lengi en hann hafði lofað fréttastofunni viðtali eftir helgi og síðan sá ég að Bryndís Haraldsdóttir hún kom fram og sagði að ríkisstjórnin væri ekki að springa tónnin hjá Óla Birni í vikulögum eða hálfsmannarlegum, ég veit ekki alveg hvað það er vikulögum á morgunum var svona á að heldur á því að þetta væri nú ekki að bresta nýtt og þannig að mér finnst svona að vera sendt inn svona skilabóð til þess að undirbyggja eitthvað viðtal við Bjarna þar sem hann kemur eftir helgi og segir að samstarfið sé traust á milli flokka. Árangur er mikill. Það er ekki fórnað því. Það er einn á xd.is núna úr þessu þjóðmóla eða hvað hér viðtalinu. Hvað hefur verið duglegir að lækka skatta. Svona þeir eru svona endilega undirbúið allt, svo kemur hann á hvítustur í áskonum frá Flórída, sólbrúnn og sætur og segir þeim bara þegja, hætta þessu. Þetta er besti kosturinn. Og hann á ýmislegt þetta er ógert, hann getur ekki hætt á kosningar af Bjarni, það er alveg augljóst. Flokkur með mjög lítið fylgi og hann er í mörgum bara hálfnuðu verkum. Eins og oft er reyndar við menn sem er í vondum málum að þeim finnst alltaf að þurfa að klára eitthvað en oft leiðir það til þess að ástandi bara versnar. Það er mjög skiljanlegt á manni sem er í þessari stöðu það svona gefur á hér og þar að svona vilja ekki skilja við þetta þannig heldur ég ætla að hafa allt orðið bara spikk and span og þá hætti ég held að það gerist aldrei í politíka einhver hætti við slíkar aðstæður. Nei, hvað er það? Hann þarf að selja meira Íslandsbanka eitthvað í Landsbankanum og svo það Landsvirkjun það eru stór verkefni framundan hjá honum og meðan þarf hann að svona sigla milli skess og báru með önnur mál sem að hann er engan áhuga fyrir en svo það líka hitt hann er búin að vera í frí allt sumar eða einhverjar vikur og hér erum við með hæstu verðbólguna, hæstu stýrivextina, það er verið að murka lífið úr fátæku fólki og þá er efnahagsmálaráðherrann bara á innsænginni
Þetta er ekki Þannig er lítið nú að vera með símasambandi að náttúrulega yfir sumarið að þá er verið að undirbúa fjárlög. Já. Og þar koma saman sko óskalistarnir úr öllum ráðuneytunum og sumarið oft sko mikil vinna í fjármálaráðuneytinu. Ef það er ekki mikil vinna þar að þá lendur í ykkur sko stórkostluðu tjóni í haustinu. Því þá þarf það að vinda ofan aldrei vitleysunni sko leiðinni eða ég býstu hans í ykkur hann fær 12% á dag allavega. Hvernig gangi? Ég veit ekki hvort hann svariði með eitthvað, kannski er hann bara í frí. Kannski er það, ég veit ekki. En svo það hérna, finnst mér sko, konurnar í blokkonum, það sagði eins og Svavar Heitin Gesson við mig þegar hann var að tala um Katrínu og Svandísi, að þeim treystandi konunum í blokkonum, og þær búa hérna í sikuru blokkinni þarna í Vesturbænum. Mannur er allavega að vera formað gjaldkýrhús félagsins. Katrín var það, ekki langt. Já, lét hún ekki að því þegar hún var... Jú, en hún var að segja af sér. Það var svona reynsla hennar af rekstri að vera gjaldkýr í húsinu. Já, þetta er okkur 12 íbúður eitthvað. Já, það getur verið erfitt að halda frið í nágrunum. Rúnar Heitin Júl sagði, sko, maður alltaf að vanda sig saman hvað hann gerir og líka til þess að maður fyrir út með rusli, sagði hann, sko, og þess til í þessu, maður alltaf að vanda sig, sko. Hefur áhyggjur af konunum í blokkunum? Hefur áhyggjur af konunum í blokkunum? Nei. Ég sko, og Jóti Skúladóttir, þingmaður af afki norðausturkjördæmi, hún sagði sjálfstæðisflokkin, að þeir væri að sulla bara í rasískun drullumóli. Velta sér upp úr honum. Já, velta sér upp úr. Já, og það var svolítið mikið að segja þetta er svona, móðgust nokkrir við þetta. Þeir eru sérstaklega móðgunarkjarnir í Varhöll og þeir eru muna svona. Já. Það getur tekið með áratugi að fenna yfir svona hluti. Já. Þeir hafa svo sem lengi haldið lista yfir fólk, sko. Já. Og við báðir erum á þeim lista núna til dæmis. Jódís, hún skoraði ekki með þessu. Í þeirra huga. Nei, en kannski sagðum við bara nákvæmlega það sem henni fannst og hún hugsaði. Og það sem allir sjá að að gerast. Já, ég veit það, hún hafði kjarkinn, sko. Hún hafði kjarkinn. En aftur, sko, Katrín, hún tóku sér svolítið bara svona létt þessu læti hérna í þessum hægri sinni villiköttum. Hún sagði, þetta er bara innanflósmál hjá þeim, ég ætla ekki að blanda mér í þetta. En talaði svo sem ekki þegar mann rétt sko, stjórnarsamstarfið sem slíkt. En svo kom það bara að fá framsókn í gæraði fyrir dag. Tröst umboð. Já, það var að hvað finnst þér svoleiðis að framsóknarflokkur 17, eitthvað, 8 eða 9, ég man ekki? Já. Næstu 80%. Já. En er að mærast núna með 8 og 9. Já. Er það ekki þannig er það þannig í pólitík að þú færði ykkur að þingmenn og það er umboðið þitt, alveg sama þótt að sko aðferðin þegar þú ert að stjórna valdi því að þessi augljóst að sko meirinn helmingurinn af þeim sem að kusu þig hafa yfirgefið þig. Ertu það ennþá með umboð? Nei, það finnst mér ekki, sko. Það er sko, þingliðið er eitt en kjósendurinn náttúrulega mikið merkjelegri. Og ef það er þannig að í skoðanakonun eftir skoðanakonun að þá mælast er jafnvel með sko 50% fall í fylgi að þá finnst mér umboð var að veikjast með mikið. Allavega þetta tvennt spila saman, kannski áttu ekki að hlaupa eftir öllum skoðanakonunum. Þú hefur eitthvað umboð út úr kjörklufunum og kostningin er náttúrulega aðal skoðanakonunum. En í lýðræðis samfélagi að þá má ætlast til þess að stjórnvöld stjórn í takt við líðin. Ef gengur fram að almenningi að þá er það náttúrulega lýðræðislega hegðun. Já, það finnst mér, er það ekki? Þetta er þeir voru reyndar ekki kosin út af mig, það man engin út af hvað þeir voru kosin annað en bara ekki best að kjósa framsókn. Það voru kosin út af það. Það var aldrei flokkur verið kosið út af minna tilefni. Nei, en þannig að sko kannski skuldaði kjósendum ekki neitt. Nei. Mér veit ekki. Þetta er ekki fyrsta sem að Framsókn er að tjá sig í þessum deilum. Þú kallar alltaf týndabannið og það er alltaf í fréttum verið að tala þessi ágreiningu milli VG og Sjálfstæðisflokksins og það bara gleymist að þú veist að meiri sig að meldaði fyrir sig býtu með hvorum mundi Framsóknarflokkur standa. Ég held að það sé klárt í Hvalamálinu að þeir eru Sjálfstæðisflokksmegin. Það að sagan segir það sko. Að Framsókn færi nú frekar með Sjálfstæðisflokknum held ég. Það er það ekki. Þetta er mjög hægri sinnaðu Framsóknarflokkur. Já. Þetta er líkara í Framsóknarflokki Halldórs Ásgeirssonar en Steingríms Hermannssonar. Já, nema hvað að Halldór var ólmur í Evrópusambandi. Að því undaskildur, sko. Að þá
já. Það voru aðri tíma náttúrulega, þá var til dæmis auglýsingar til með Bjarna Benediktssyni sem sagði raun af upptaka evru sem nú stundu fyrir á flug aftur. Já, mynda þeirri auglýsingu, eins og margir aðrir. Það var svona stemming þá, að við værum á leiðina að inn. Það var óhjákvæmilegur svona ferðalag tímans. Síðan hefur náttúrulega bara margt breyst í Evrópu. Já. Og í huga Bjarna kannski. Já. Sjálfstæðisflokkurinn fylgdi mikið íhaldsmönnum sem að urðu alltaf meira og meira skeptískir gagnvart Evrópusambandinu undir Cameron. Svo að hann hefði ekki viljað fara út, en hann hleypti í gang þessari kosningu sem endaði með Brexit. Þannig að sömuleyti hefur sko sjálfstæðisflokkur Bjarna færst fjær Evrópu heldur en ekki. Já. Fylgt þessum svona hægri jaðarflokkum, á meðan að kannski svona megin strömshægrið í Evrópu, kristilegi demókrantar á meginlandinu og íhaldsflokkarnir á Norðurlöndunum, þeir eru ekki skeptískir gagnvart Evrópusambandinu. Já, þetta er sko, vitum við svo sem ekki hvað þetta er mikil breyting, hvað Bjarni myndi mikið með þessu sem að sagði raunaf leiðið upptöku evru. Við vitum svo sem ekki hvað myndi mikið að því. En hann gaf það út samt, sko. Já, og þeir voru með á stefnu sinni að það er kosið hvort það ætti að sækja hvort þetta sækja það var það svona stefnan, en svo með því að draga umsvonum tilbaka, þá brutu raunlega gegn því og það var til þess að Evrópumennirnir gengu flokknum, viðreisnarmennirnir. Já, þetta er sko, þetta er 2009 er þessi stóri, merkilegi landsfundur Framsóknarflokksins þegar Sigmundur Davíð er kjörinn til forystu og þar var afgreitt á þeim fundi og þá var líka Sigurður Ingi stíga sín fyrstu spor í landsmálum og þar var sem sagt samþykkt að ætti að sækjum umsókn að Evrópusambandinu en reyndar segja þeir þessir þegar ég tala við þá eins og Sigmund Davíð að skilirinn hafi verið svo strönga þegar hafi frekar verið óskætti því að Evrópusambandi gengi Framsóknarflokkin. Ekki yfir í skakkfiska efnaðsveið. Herðu, en ég ætla ekki að því að ég vil langa að tala Sjálfstæðisflokkinn aðeins meira. Þú birtir upp úr grein sem að Sigríður Andersen skrifaði í Moggan. Hún er eina af villikottunum. Já, og það sem hún er að segja þarna reyndar, sko, að hún segir að útlendingamálin hafi bara verið eins og bara slanga sem skrúa frá og engin heldum endan slöngunni, leið og hún hætti. Já, það eru að klúðra þessu, það verið alveg augljóst, það eru að gera eitthvað í varðandi aukningu flóttamanna frá Venezuela, það verið leið alveg fyrir, en engi gert neitt. Og það er Þórdís Kolbrún, Áslaug Arna og Jón Gunnarsson, sem að hún og svo svona Guðrún sest í þennan núna, sem er þá 50 dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins á ákaflega skömmum tíma. Hvað er langt síðan Sigríður hætti, með það ekki? Jú, 2019. Sko, það sem ég var að hugsa hún var frá 2018 eða var hún kjörn, 2018. Það eru svona villikettir í Sjálfstæðisflokknum sem að stundu voru kallaðir fúludeildin og Sigríður Andersen tilrið því svolítið. Þar fyrir utan er náttúrulega Brynjar Níelsson, Haraldur Benediktsson, Páll sem var fyrsti þingmaður Suðurlandskjördæmis og er núna formaður bæjarstjórnar í Vestmannaeyjum. Já, Páll nokkuð Magnússon. Kollegi okkar. Síðan voru kölluðu þessu fílupúkanir. En það er þetta, sko, Sigríður Andersen er eina svona þessu sem er búin að telja upp sem er svona stjórnmálamaður. Hún hefur skoðanir. Ég er ekki að tala út frá því. Ég er alveg til að tala það, sko, en við tölum nú hvað Brynjar Níelsson var í lélegur stjórnmálamaður innan síðast. Haraldur og Páll og svo kannski Ásmundur Friðriksson svona aðeins sem maður myndi halda þessu svona. Ef þú skoðar hver eru þau svona örlög þeirra sem að settu þessu upp á móti Bjarna Benediktssyni úr þessum ranni, þá náttúrulega Sigríður tapaði prófkjöri,
Brynjar tapaði prófkjöri. Já, hún var að segja af sér svo líka. Já, var að segja af sér, var ekki varinn af flóknum, hvernig svo vill orða það. Sjálfstæðismenn úr þessum ranni líta svo á að raunverulega hafi Bjarni svikið hana með því að láta undan kröfu Katrínar Jakobsdóttur að hún yrði að víkja. Þannig henni var fórnað eða hún feld á þingi, Brynjar var feldur á þingi, Haraldur tapaði fyrir Þórdísi Kolbrúnu í baráttu fyrsta sætið í Norðvesturkjördæmi, hætti svo bara í pólitík og voru bæjarstjóri på Skaga. Páll Magnússon, hann fekk ekki ráðherradóm, þrátt fyrir mikið þrýsting. Eyjamenn voru að vera brjálaðir. Já. Og hann síðan tekur þátt í eiginlega uppreist gegn Elliða í Eyjum, hefur nokkuð sigur þar, allavega er hann núna við völd en ekki Sjálfstæðisflokkurinn í Vestmanni. Segir þetta ekki okkur það að uppreistin úr þessum ranni að forusta Sjálfstæðisflokksins, hún mætir henni bara að fullri hörku. Þannig að allar hugmyndir það að þetta fólk mun hafa einhverja áhrif á stefnu Sjálfstæðisflokksins eða einhverja áhrif það hvort það verði ríkisstjórnarsamstarfið ekki, það er bara della. Þetta er algjörlega valdalaust fólk. Já, ég sagði hérna upp að þessa samtal, það er að Vilhjálmur Árnason, ritari flokksins, hann er í svona hægri villiköttur. Hann er svona... hann hefur staðrað við þetta. En þá, Bjarni ættir að taka inn hækkadramp á honum og hrista hann duglega til. Hann mun líða, sko. Ég held að hann muni líða. Já, muni líða Bjarni. Það sér að hann er eldi ykkur að sviplu, eitthvað sem var að gera, sko. Og svo er hann allir stattur það bara og fann að hugsa hvað gerði ég, sko, hann þarf að biðast afsökunar. Þetta er ein leið til þess að horfa á þetta, að þeir sem eru með forustu Sjálfstæðisflokksins í dag, að þau munu ekki taka til þessa fólks. Þau eru bara vöndi að ekki sem er gert við villiketti, sitja á í strigapoka og henda þeim út í ána, drekja þeim. Það er það sem að forustu gerir. Hins vegar að því nefndi dæmið þannig Elliða og Pál og fleiri í Eyjum, að þegar að þetta fólk sem að talar út úr þessum ranni fer bara í mótframboð, gengur bara lengra, að þá er augljóst að þetta fólk er að tala rödd grasrótar Sjálfstæðisflokksins eiginlega allt eins og jáfnvel frekar heldur að fórsta. Því steldur á því. Þetta var náttúrulega afdrifaríkt og stórt skref sem að Páll steig þarna, sko. Þarna voru alltaf bara tveir í frambúði, Sjálfstæðisflokkurinn og einhverju vinstri ég veit ekki hvað heitir. Og svo kemur bara annar Sjálfstæðisflokkur. Á móti svona sumilítu og Elliða sem erðaprins og Elliði mun líklega ekki ná sér eftir þetta að tapa Vestmannum. Bæði það á klofnarflokkurinn á hans vakt og hann tapar. Og missi völd, hann náttúrulega staðsetti sig eins og Ingibjörg Sólrún gerir alltaf erlistanum sem svona hann var í síðasti maðurinn og hann fjall og er núna bæjarstjóri í Ölfus af því að hans pólitíski ferill í Vestmannaeyjum bara kláraðist. Búist. Þannig að þetta var stórt skref að kljúfa flokkinn í svona vígi hans í Vestmannaeyjum, þar sem hann var svona einn af erðaprinsunum við völd. Og svo er Páll Magnússon forseti bæjarstjórnar núna. Og býr í Garðabæ. Nei, ég geti vel hann sem flutti til Eyja, ég veit ekki það. En það er sem sagt að þú veit að segja það, þeir sem misstíga sig í Sjálfstæðisflokknum, þeir skulu ganga haltir það sem eftir er. Já, þeir verður bara dregt. Þeir ekki að hugsa það. Þess vegna til Brynjar hugsa þetta þannig að hann er ekki að hafa neina áhrif á Sjálfstæðisflokkinn. Þótt að hann fæ bara eitthvað like á Facebook og eitthvað svona. Það hefur engin áhrif á Bjarna Benediktsson eða forystu flokksins. Þau ætla ekki að hlusta á hann. Hann er hann verður bara dregt. Ef hann ætlar að hafa eitthvað áhrif, þá hann að fara að leið Páls Magnússons og bara ganga alla leið. Stundum er það bara staðan þannig að þér er ekki boðið upp á frið, það þýr geta verið að semjum eitthvað. Og hvað er þetta að ég veit ekki. Stíga fram? Ég segja af mig bara núna við þetta sem einhver svona pólitískur ágjafi Brynjar Níelssonar. Ég ætla ekki að vera getum það. Þeir eiga náttúrulega miðflokkin sem er náttúrulega fúlukalla flokkur from hell. Já, það er hrútakofi. Alveg bara, þær getur allir sóma sig þar inni. Það er nópláss í honum, það er bara tveir eftir þetta. Nefna helst kannski Páll Magnússon sem var alltaf svona girti sig og svona, af því að miðflokkurinn er svona alveg á mörkunum það að vera svona
ekki alltaf eins og hefur sofið í fötunum. Nei. Páll náttúrulega mikið snirtimenni. Já, hann náttúrulega hefur einfaldast með, sko, nei, svona snirtimenni, fýtti fara, hann svona, myndi alltaf gleiða mömmu sína með hvernig hættu. Brynja myndi við fitta þarna vel inn, sem svona ekki alltaf, getur verið drukkin á hlaupahjólum. Bóttið, getur verið krambuleraður. Já, og vill flytja bara Klausturbarinn inn í þingið. Það bara eitt helsta stefnumál Brynjars núna, það var nokkra bar í þinghúsinu. Þannig ég held, og því að ég bara, ef þú skoðar sögu Bjarna, þá er alltaf bara my way or the highway. Það flokkurinn hefur margklofnað á þessum Já, þú rækti það. Já, ég fór að rekja það. Því að við verum að hafa því í huga að það er náttúrulega Viðreisn sem að ég held ef að þú væri bara svona gamall, þú veist, sjálfstæðisflokksmaður og vera að horfa svona á flokkin sem svona gömlu breiðfylkinguna, þá var það náttúrulega að missa Evrópufólki út úr flokknum er náttúrulega stórkostlegt áfall. Þú getur bara talið. Þetta það er engin vand að vera inn í sjálfstæðisflokknum og segja að þarna fór nú margt mannkosta fólk frá okkur sem að væri nú betra að hafa með okkur heldur en á móti. Flokkur fólksins var náttúrulega stofnaður af Halldóri Holti og fleiri sjálfstæðismönnum og hann bauð fram Ólaf Ísleifsson, Halldór, Karl Gauta. Já, sem allt saman mætir gamlir sjálfstæðismenn. Þannig að sömuleyti má alveg líta á flokk fólksins sem klofning út úr grasrót sjálfstæðisflokksins, þú vilt orða það þannig. Þegar að miðflokkurinn stofnar þá sækir hann gamla sjálfstæðismenn í framboð. Þannig að það er þriðji klofningurinn. Þannig að Bjarni hefur ekki haft neitt áhuga á því að reyna svona að halda saman hópnum með einhverju svona þú veist, kannski það að gera Jón Gunnarsson að ráðherra var svona tilraun til þess að friða villekettina og fúlukallana af því að Jón Gunnarsson er náttúrulega hluta af þeim en hann gerði það bara í 18 mánuði sko. Það var þú veist, hann er ekki allar í allar illaböta. Þannig að þetta er eiginlega stíllinn hjá Bjarna sko. Þannig að hann bara lætur bara flokkinn klofna á meðan að hann heldur völdunum og stöðurum og höfbúlunu fær að vera ríkisstjórn og stjórn á fjármálaráðuneytinu, þá er hann alveg saman. Já, nennir þessu kjaftaði. Nei, hann bara, þú sérð hann bara í þingi þegar hann þarf að tala við pírata eða eitthvað svona. Hann nennir ekki að tala við eitthvað fólk sem er öndveru meði við hann. Nei, það er alveg það er stundum alveg nánast átækilegt að horfa á hann hvað hann verður pirraður og skapstyggur í þinginu. Getur ekki að hafa, sko, sá sem að hemja sér þar, reyndar hefur ýmislegt gerst þarna svo sem eins og menni svo Steingrímur og Sigfússon og svona sem hafa mér sagt hvað, Lambdan ekki? Nei, sló til hér hortið ekki? Já. Og kallaði Davíð eitthvað druslu eitthvað nefnum. Nei, en það, já. Ég held að þetta sé rétt hjá þér, að þessir menn, sko, þeir eru búnir með alla sína pólitísku innistæði. Þarna, sem var kannski ekki sterk, sko. Nei. Og það sem ég held að gerist eftir viðtalið, nú ætlum við að fara að spá, að því við erum alltaf í því, við erum að spá líftíma. Ég spái að viðtalið við Bjarna einhvers staðar í næstu viku, að svona, þetta er bara svona og auðvitað er þetta ólíki flokkar og bla 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 en þetta er bara bestu kostuninni, við erum alveg gríðalum árangri og það verður að hækka lánsæfismati og bara týnir einhvern ánskota til, reynir aldrei fram að segja þessu hæstu laun í heimi. Ég veit ekki hvort að tekja eftir að ég ber stundu saman sko lágmarkslaun í Sviss og Íslandi. Lágmarkslaun í Sviss eru held í 610.000 skall á mánuði. Og ég nota líka svona hvað þú getur keypt marga tómata og mikið af vatni og fleira í samanverðinum. Og þetta er bara frálegt að alltaf fram að hérna séu hæstu laun í heimi. En hann mun tíma eitthvað svona til og reyna bara að sannfæra sitt fólk eða nógu mikið af sínu fólki að við förum bara í gegnum þennan vetur og svo náttúrulega koma kosningar og þá verðum við tilbúin, þá skilum við hérna, við erum búin að ná niður verðbólgunni og við erum búin að gera þetta og við erum búin að gera hitt og við erum búin að gera þetta og þetta og hitt og þetta og þá munum það fólk kjósa okkur. Já, þið eru endurkjörin, elskunnar. Fáið 4 ári viðbót alltaf. Ekki allir að taka sens á því að vera 4 ári í stjórnarandstöðu. Ég held að þetta verði erindið. Og þá kemur að því, með villikettina, hvort að þeir láti þetta yfir sig ganga. Sigurður Andersen að vera búið að henda henni í ána, Brynjar Níelsson búin að henda honum í ána, Halldór Benediktsson búin að henda honum í ána, Páll Magnússon búin að henda honum í ána. Hvort að þau
metið þessi þannig að þeirra pólitíska framtíð, eða þeirra vist sé best fyrir þau að vera í vist hjá Bjarna sem að hýrðir ekki á þau, tekur ekki til þeirra og gefur þeim, þú veist, þegar allir er búin að fá að borða þá fá þau ekkert á diskinn. Ég held að þetta verði, ef fólk ætlar að horfa á eitthvað í ágúst, svona upp á miðjum ágúst, þá er menn að horfa á villikettina. Já, og þannig að þeir leiti að þeir vilja halda áfram í pólitík að þeir leiti þá til Sigmundar Davíðs. Eða, það er náttúrulega, ég veit ekki alveg hvernig fundaröðin hans, Arnars Þórs Jónssonar verður, en hann er búin að boða það. Jú. Og það er einhverju með honum í þessu, einhverjir fullveldir sinnar inn í Sjálfstæðisflokknum sem að telja að þessi bókun þarna 35. Já, 35, sem að er svona auðveldari umbreytinga og samþyttum Evrópusambandsins inn í íslensk lög, að þetta sé bara svík Sjálfstæðisflokkurinn. Jón Steinar segir að það standist ekki í stjórnarskrá. Já, það er nú eitt svona fólkafellin. Og stundum er náttúrulega Davíð stundum inn í þessum hópi með fólkafellin. Já. Og þannig með sömu afstöðu útlendingamálum. Hann er með sömu afstöðu í hvalamálinu. Þannig hann er að mörguleiti sko á söpuð róli. Já. Þetta er bara svona kalla klifi. Já. Þá er spurningin, er Arnar Þór nú öflugum aður til þess að leiða þetta? Ég þekki hann ekki, ég lesið sko, mest af því sem hann skrifar. Ég held ekki. Nei. En svo fer að, sko, það fer náttúrulega mikið eftir fóringjálum, en einn sem er svona leiðir svona, en við vitum svo mikið hverju eru með honum. Nei. Kannski er það einhver rótgrónir sem að eiga sitt fylgjarninni, ég veit það ekki. Og svo stundu gerist það náttúrulega í pólitíkinni að einhver sem að enginn sá kannski fyrir sig sem einhverja fórustu, að hann vex í augnablikinu, einhver stekkur upp á skriðdrekan og það er núna svona ástand í Sjálfstæðisflokknum að það er tækifæri fyrir eitthvað sem vil stökku upp á skriðdrekan og segja bara, þú veist, að það er alveg augljóst að með Bjarna og þeirri fórustu sem að hér hefur verið valinn að þá verður ekki framfyllt sjálfstæðisstefnunni og við erum að búa til eina raunverulegu sjálfstæðisstefnu. Þetta var eiginlega erindi miðflokksins á sín tíma. Við erum í raunverulegi flokkur. Auk þess bara þetta benda á fylgistölur, sko, það versnar í hverja einustu kosningum hjá Bjarna, alltaf hrynur úr vegnum og það getur vel verið. En ég sá að Ólafur Arnarsson, hann var að gera til skóna að Þór Sigfússon í sjávarklassanum er næsti formaður. Ég bara kann ekki að lesa Ólafur Arnarsson. Og hann ekki þig held ég. Ég meina, ég bara kann ekki. Þú veist, í gamla dag var talað um að það væri svona kremlalógík, sko. Að maður getur lesið eitthvað svona tilkynningar frá sovéska kommunistaflokknum með því að lesa eitthvað í gegnum það. Þú kannast við þetta. Þeir eru að skamma Albaníu væri raunverulega að skamma Kína og allt þetta. En ég bara kann ekki að lesa Ólafur Arnarsson, sko. Mér finnst flest af því sem hann skrifar vera bara ég sé bara enga hjartengingu við því, sko. Nei. Þetta stundum er hann endróm eitthvað svona ólund og eitthvað svona. En hann er fyrirverandi aðstofamaður ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Já, hver var með það? Óla Einarssonar. Já. Í menntamálaráðuneytinu. Já, hann var svona og framkvæmdastjóri þingflokksins. Já. En það eru fyrir 25 árum. Já, en það getur vel verið að hann hafi ykkur sambönd á nynnsam. Já. Og hann var í svona dúói með Ólaf Íslesinni, var ekki útvarpið Sögu. Jú. Sem að þeir voru svona höfðu tölver áhrif í svona popúríska hægri. Jú. Vilhjálmur Birgisson var svona hrifinn af þeim. Já, og það svona voru raddir svona eftir hrun í svona eini borgaralegu búsaldabyltingu, sem er kannski ekki búsaldabylting, sem að kannski tengist svona eitthvað stann nálægt svona æsif og hagsmunasamtökum heimilanna og það er svona það er hægri armur. Já, mjög harður á móti í verðtryggingunni manni var. Já. En svo skrifar hann núna á ringbröð.is. Já. Einhvern tíma verði haldið fram að Helgi Magnússon var að skrifa þetta. Eigandi. Ekki veit ég það. Nei. Já, hann leiður hann bara nafni sitt. Já. Það verður haldið fram á bæbilega. Já. En ég var bara hann hefur skrifað margt misjandi þig. Hann er lítill stuðningsmanninn. Já. Ég sagði eins og við hann það sem hún skrifar ástabriðin til bróðum eins og það var svolítið vandræðalegt. Já.
En ég er ekkert að kvarta við því. Nei, ég veit, ég er bara að segja, þetta er gamalt félag í okkar, við vorum saman með í keiluliði D.F. Og við spilum körfubolta í húsinu sem er mjög þröngt og lítið með svona rimlum og ég man að hann var svo grófur. Já, ef maður vissi á honum, ef maður boltan og vissi honum fyrir aftan sig, þá var eiginlega best að skiptu stefnu eitthvað. Já, svona kerði okkur í bakilsundu. Já, maður gæti lent í rimlunum. Þetta var gaman samt. Það var mjög gaman, mjög skemmtilegt. Við vorum góður í körfubolta. Já, skemmtilegur maður, mjög gaman að hlusta á hann spila á píanó og syngja. Já, svo er hann líkur pappa sinn. Mjög, í svona líkamsholningin eins og sagt er. Holningin á honum er bara alveg svo föður hans. Já. En ég er eins og þetta, þegar hann allt í einu kemur með það að Þór Sigfússon eigi að vera formaður Sjálfstæðisflokksins. Sæki eitthvað sem hefur náð árangri í viðskiptaliðinu. Þetta minnir mig á þegar Ingibjörg Sólrún hætti í borginni og þá var sóttur maður út í bæ til þess að vera borgarstjóri. Já, Þórólfur. Já. Það lukkaðist ekki vel. Nei. Mér finnst þetta að vera svona, og ég með bara... Það var dreigið upp úr skítaskúfunni út af samráðu olíufélagana, veistu? Og þá verður, ef Þór verður, þá verður dreigið sjóa og þá fór þeim að fórstjóri þar, sko. Þannig að þeir sem eru með, sko, þetta er erfitt fyrir þá. Já, ég bara sé ekki að því að eitt af því sem að Sjálfstæðisflokkurinn sækir sjálfsmynd sína í er að þar er svona hefð fyrir kosningum í Heimdalli og SÚS og á landsfundi og í embætti og öðru slíku. Þannig að út úr þessari svona maskínu komi svona alvöru stjórnmálafólk sem er vant í að taka þátt í lýðræðislegri baráttu og beita þar ýmsum brögðum. Ég bara sé ekki, mér finnst það bara galin hugmynd að Sjálfstæðisflokkurinn allt í einu myndi bara gefast upp á þessu, að liðið sem kemur upp úr þessari maskínu okkar er allt saman handónýtt, þannig að við ætlum að fara út í bæ og sækja Þór. Sem nú reyndar alin upp í þessu, að ég maður rétt, Þannig að verið inn í SUS og svona. Já, það held ég örugglega. Þetta eru nú náttúrulega bróðir Árna Sigfússonar og frændi Árna Jóhannsson. Nei, mér minni það, Ég bara... ég maður ekki núna. Já, en hann var eitthvað síðast þar áður. Að inn í flokknum er náttúrulega líka svona herbyrgi, það eru fúlukalla deildin. Svo er það fólkið í kringum Bjarna sem það eru svolítið svona handvalið í kringu sig fólk. Eins og form af bankasýslunar og fleira sem er með. Og það er eitthvað svona deildir. Til þess að deildina komi saman og velji sér utanakomandi til þess að halda þessu saman, þá þarf að vera eitthvað sátt á milli deildana. Ég held að það sé ekki í Sjálfstæðisflokknum. Ég held að alla deildinar eru til í að vinna hina. Og við sáum það til dæmis í formannskjörinu, við sáum það í viðbröð, bæði í prófkjörinu í Reykjavík og ekki síður viðbröðum Guðlaugar Þórs, hvernig hann túlkaði sigur sinn. Þeir hafa verið alltaf verið alltaf að reyna að halda okkur niðri við síndum, þannig að sýnir nú hvað eru rosalega átök á milli svona herbergja inn í þetta sé að verða svona Gunnar og Geir. Það er það, búið að vera lengi. Já, ekki eins og opinbert, Nei, mannst ekki eftir ræðunni þar sem hann var hás að fagna með fylgjendur sínu þegar hann vann prófkjöru við Áslaugu Örnu sem að Bjarni Benediktsson stöddi, lengt og ljóst. Þá tala hann einmitt í þessum að þau hefðu verið að reyna að halda þeim niðri. Svolítið svona þessi, eins og ég var að reyna að segja á þann, að við erum raunverulegi Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að, þetta er fína kenningar að þér. Já, ég held að þetta sé ekki, ég held að ríkisstjórnin muni koma bara eftir helgi. Að ríkisstjórnin hefur það bara gott. Já, kannski var Lilja bara að stela glæfn með að segja tröst umboð. Það er ekki nefastu það. Menn er að hringja sín á milli og þetta er línan sem á að vera. Bjarni er búin að senda Bryndísi og fleiri svona út á völlin að svona draga úr þessu til þess að þegar hann komið þá sé þetta eiginlega orðin hlutur. Kannski er Lilja að tjófstarta þessu til að vera vissum hún segir þetta fyrst. Bjarni kemur ekki fyrir á mánudaginn en hún segir þetta á þriðjudegi miðvikudegi. Já, það er reyndar, mánudagur næsti er frítag Vestlamanna, en það kemur ekki þá. Nei, kannski til landsins, en ég held að þetta sé bara búið að semja þetta. Já, við höfum tröstumboð. Já,
Og það að með að senda fólk svona út og brjóta ísinn til þess að þegar hann mætir í settið á RÚV að það fá hann svona spurningar en það ekki bara best, Bjarni minn, að við höldum bara áfram. Verði þannig spurningar sko, í staðin fyrir að verði gengið á hann sko veikleikana í stjórnarsamstarfi. Það sé hálfpartin orðin hlutur. Þegar, að því að þú nú satt að söndum áður, hérna, ég var þingfréttamaður og þá ég svona eins og skoðanakannan núna, eða færu þannig og sjálfstæðisflokkurinn það að fara út úr þingflokksherberginu sínu sem hann er búin að hafa sko alla tíð sko. Það þannig að hann þið rekin út? Já, Framsókn þurfti að fara því úr græna herberginu og konin þangað aftur núna náttúrulega en þetta sko, það get ekki sko ef að samfylkingin kannski með 5 fleiri þingmenn eitthvað sko þeir eru bara með 6 núna ekki. Þeir voru upp í 21 þingmann eitthvað Já, ég myndi aukast þá ekki möguleiki að það kemist fyrir í þeirra þingflokksherbyggi og sjálfstæðisflokkurinn kemist fyrir þar. Það er náttúrulega á að opna nýja byggingu Alþingis núna í haust eða ekki? Ég veit það ekki. Þannig á móti ráðsum. Já, það er að byggja hana. Ég held að einhvern tímann fyrir einhverju mánuði síðan heyrði ég að það væri bara, þetta bara komið haust. Já, og þannig ég býst við að allir þingflokkarnir farið þá úr. Já, þannig að, og hvað ætlar þá að gera á þinghúsið? Það er bara móttöku erlendra gesta, ég veit ekki það. Ég veit ekki hvernig að hugsa þetta, mér finnst alveg fáránlega stór bygging hérna. Og svo náttúrulega líka hvað gerist í miðbænum þegar þingið flytur úr sínu byggingum við Östustræti yfir í sína byggingu, Landsbankinn yfir í sína, þannig að kosin meira og minna bara draugabær. Það er einhver núna vilja breyta húsunum við Östustræti sko, í litlar íbúðir, gera svalir út á Östuvöllin. Það las ég stærð, ég sá mér svo tekninga þessu. Svo talað að það verði ráðuneytið sett inn í Landsbankahúsið, líklega forsætisráðuneytið. Já, Steingrímur Hermannsson einhvern tímann hefur spjalla eins og gerði stundu við okkur blaðamennina þá var hann að tala að sko, hérna, landsbókasafni sko, það var að flytja úr því sko, það yrði flott fyrir forsætisráðinu góði fundarsalir hitt einhver einu sinni í viku á blaðamannafundum og svona, þá var hann bara þetta var ekkert formlegt sko, en hann sá þetta en Landsbankahús ekkert síðra svo sem Nei. Það var gert þarna, Landsbókasafnið var gert upp í tíð Davíðs Oddssonar og það má sjá það var með ákveðin stíl, hann gerði það líka fyrir utan ráðherrabústaðinn, það sem svo sérakrein fyrir ráðherrabíla. Þetta eiginlega hans svona framlag fyrir utan ráðhúsið, sem hann var aldrei ánægð með ráðhúsið, hann var svo rosalega ánægð með perluna. Já, en hann satt ekkert sem borgarstjóri í ráðhúsinu. Nei. Hann náði því ekki. Sko. Nei. En hann hefur sagt síðar að hann hefði þóttið ljótthús en ekki andmælti, þar sem hann taldi það bara ekki vera sitt hlutverk. En hann var mjög hrifinn af perlunni. En við erum nú að draga þetta svolítið út í svona byggingasögu. Það er rétt sko. En það sem hefur gerst undanferðið verið að tala svona húsnæðismálin að ríkisstjórnarfundin eru fluttir yfir í ráðherrabústaðinn. Þeir eru ekki lengur inn í forsætisráðuneytinu. Nei, var það átti að gera eitthvað tímabundi meðan eitthvað Já, það bara verið fest í sessi. Það finnst mér svolítið kjánalegt, sko. Að vera með fundina þar? Já, með svona stort stökk, sko, að fara úr þessu gamla húsi, sko, með fundina. 2000? Já, stjórnarráðshúsinu. Þetta er stjórnarráðshúsið, sko. 2000? Það var svona virða söguna svolítið. Ég sá að var eina stundu gerist að svona gamla fréttir frá þér á miðvinni fara á flug aftur. Og það fóru einn frétt af flug. Já, síðan 2020. 2020 hvað hérna hefur fjölgað mikið starfsfólkinu hjá Katrínu Jakobsdóttur. Já. Þetta er alveg ævintýralegt, ég er búin að gleyma þessu. Svo kemur þetta þarna upp bara. Já. Og kemur fram á hverju ári að sko mesta fjölgunin er alltaf í forsætisráðuneytinu. Já. En þetta er þarna, nú sjálfstæðismaður sem að ég er að vitna í þarna, það er skrifið það sko, en þetta er alveg óheyrilega mikið. Og hvað? 13? Nei, ég maður ekki. Hvað marga aðstofmynd? Þetta er alveg... Já, fólk getur lesið það, bara media.is. Það er svo frétt sem er mest lesið þessar dagana. Síðan 2020. Sígilt. Herðu, en hvað er við stættið með þessa sumarsögu okkar ríkisstjórnina? Var þetta bara
einhver svona taugatitringur. Ekki okkur. Nei, ég held Við höfum gaman að þessu. Já, og við höfum alveg, held ég, það sem við höfum sagt í hverju viku, við höfum svona gengið eftir vikun og eftir, eins og þetta við vorum eiginlega búin að segja að sko Brynjar hefði ekki væri ekki með einn ítök inn í Sjálfstæðisflokknum. Það er ástæðan að vera að taka of mikið marka á hans ólund og ég held að það sé að ganga eftir. Hann féll bara maðurinn. En hann var nálægt að vera ráður á sínu tíma gáða því. Já. Og bara hann Sigurbjörn Magnússon, pabbi Áslaugar Örnu, hringdi í Bjarna og sagði, hann er stjórnarformaður Árvakus, hringdi í hann og sagði, dóttir mín verður ráðherra? Yes sir. Áslaugar Örna sagði sjálf frá þessu. Hann þetta er eitt flipur, en þá var búið ákveða að Brynjar yrði dómsmálaráðherra. Og þá segir hann nefnilega í þessu viðtali þarna að Bjarni hafi ekki sem sagt virt þarna yfirburða þekkingu. Sína. Yfirburða. Ekki reynslu mína, heldur bara yfirburða þekkingu. Það var náttúrulega, hann er reyndari lögfræðingur heldur en Áslaugar Örna. Já, lögmaður, já líka. En formaður lögfræðingarfélagsins. En maður segir kannski ekki svona yfirburða þekkingu. Það er oftir að menn er í veikri stöðu, þá verða það svona gunnsalega sjálfhælnir. Já, setja á sín húa játnin aðeins og reyna að ógna það er enginn sem er að hæla manni, þannig að maður verður að gera það sjálfur. Já. En er þetta spáin okkar að þessi mál munu settlast í næstu viku? Bjarni tuskar fólki sitt til. Já. Og eins og þú segir, dæmir sanna að þetta fólk á sér ekki viðreisn á vonina fólksins. Ég held ekki sko. Nei. Og þá erum við að fara yfir í þingvetur. Það kemur fram flokksisma. Já, kemur í september, þá kemur þing saman og þá verður skellt á okkur fjárlagafrumvarpi sem að mun líklega fela í sér sko töluverða niðurskurð. Já. Miskunnarlausan. Já. Og ég held að við spáum báðir að það niðurskurðin muni koma vest við þá sem síst skildi. Já, það er alltaf þannig. Sem báast hafa það. Er það ekki venjan? Jú, ég held að verði ekki, Áskil Brynja var hérna og var að tala til dæmis það að væri kannski komið tími til þess að hætta skattaafslætti til þeirra sem að taka út lífeyrissparnað til þess að greiða niður húsnæðislánin sín. Því þetta er eiginlega bara betur setta fólki sem gerir þetta. Það er nú reyndar eitthvað verið að draga núna úr allir vinna og svona sem að ríki tók þátt í að fjármagna palla í görðunum í Garðabænum og allir þessu. Þannig það er helling af svona dóti sem að sko ríkisstjórnin hefur verið að gera sem er eiginlega bara stuðningu við svona eina betursettu. Og það er biðlisti á fleiri svona málum. Sjálfstæðisflokkur vill alltaf að sé verður skattaafsláttur fyrir þá sem að kaupa hlutabréf til þess að hjálpa hennu betursettu til að kaupa hlutabréf. Já. Og núna líka til að styrkja Sjálfstæðisflokkin og aðra flokka til dæmis. Það er hefur áhrif á það líka. Það er komið aftur. Já, viljum það verði skattaafsláttur ef þú styrkir stjórnmálaflokk. Já, og líka reyndar og styrkir Landsbyrgu held ég á svona. Já. En eru stjórnmálaflokkar þess að hluti af mannúðar? Já, eða ekki, ég held það. Ég veit ekki. Nei, ég held það. Já. En já. Þannig að hann vil gera það, en það fyrir rosalega tóðanar sko að hér gildi sömu reglur og Norðurlöndunum að flokkar fái styrk til þess að stunda stjórnmálastarfsemi. Jafnvel þó svo þeir ná ekki kjör á þing. Þeir ruglist alltaf þetta saman til þess að ef hann er kjörin á þing þá fara alveg kommu af styrkjum sko fyrir að vera á þingi. Þannig að styrkinni til stjórnmálaflokkar er ekki til þess að geta rekið þingflokkin, heldur þetta til þess að reka stjórnmálaflokk. Já. En þetta fyrir töðunarum, hann er kannski leggjað til einhverja lækkun á þessu. Já, til hinnaflokkana sem er á þingi. Já, kannski. Ég held ekki samt. Ég held að ná ekki í gegn, sko. Nei. En það er náttúrulega þetta, sko, þessi umræða sem var til að því að, sko, það var með við 2,5%. Sósíalistaflokkurinn fekk vel það. Og það er sennilega, sko, af því að þessi flokkur er þetta frambóð. Það var áður, var ekki flokkur heimilan eða eitthvað? Flokkur fólksins fór yfir þetta og flokkur heimilana og þar voru einhverju menn sem voru með kennitöluna og fóru út í Brasilíu og horfa á fótboltamót fyrir peningin. Ríkispenningin. Það er hvort það getið fyrir þessu þá
Þegar sósíalistarnir fá þetta... Það var leiða því, sko. Þegar sósíalistarpeningarnir nota peningin sannarlega til, sko, pólitískrar umræðu eins og er hér, eða til þess að styðja hagsmunabaráttu almennings eins og í gegnum vorstjórnuna sem hefur styrt til dæmis leigjendasamtökin, að þá þeir alveg... þá fara þeir alveg á tölum. Ég var að hugsa þetta þegar ég var að keyra, sko, hingað, að þetta svolítið sérstakt sem það að gera sérna, sko, það flokkur sem er ekki þingsæti, það þetta með 2 borgarfulltrúa sem gott, sko, að hvað starfið öflugt áfram, sko, þrátt fyrir að hafa ekki náðinn á þing, að komi félagsaðstöðu og þar starf alla daga, sko, fólk kemur og er að vinna saman. Og Píratar lokuðu sínu félagsheimili. Sem ekki styrt á? Ég veit ekki. Að tuðið minka? Já, ég held að það sé kannski hluti að þessu. Stundum grasrót getur verið erfið fyrir forystuflokka. Hlusta á tuðið úr grasrótinni. Það er svona viljað að býta það af sér. En þú vinnur fyrir marga þá þeir misjafnir þessi mörgu, sko. En að því að Bjarni að tuða yfir því að sósíalistarnir fái styrk eins og aðrir stjórnmálaflokkar. Hann vill að sósíalistar fá ekki styrk, bara aðrir. Það er annað sem er athyglisvert að hann getur stundum sem kvörtun hans yfir, sko, kjördæmakerfinu. Og þú þekkir það að hann svo pirraður yfir því að það sé ekki einhverju 2 flokkar sem geti myndið ríkisstjórn og þessi orðið svo flókið og bara allt og mikið af flokkum inn á þingi, kraðak og svona, þú veist það vegi bara að vera ég og kannski 2 aðrir eitthvað svona tónnin í honum. Og núna hann hefur talað þetta svona undanfarið 3-4 ár að kjördæmabreitingin 1999 hafi verið mistök sem var að, sko, sameina það var Vesturland, Vestfirðir og Norðurland, Vestra og hann vil bakka út úr þessu og ástæðan náttúrulega svo að segjum að vera bara 2 og 3 menn í hverju kjördæmi að þá myndi, sko, staða Sjálfstæðisflokksins styrkja og það veri erfiðara fyrir framboð eins og miðflokkin eða flokk fólksins sem að náði, sko, þingmönnum inn í öll kjördæmi að gera það. Flokk fólksins gera það. Já, að það var eiginlega ómögulegt eftir þetta. Og hann að tala, og ég vil að velta fyrir mér að hann alltaf að tala þetta. Við hvernig alltaf segja að tala? Því að ég get ekki séð að sko hini flokkarnir séu saman honum. Nei. En svo kemur alltaf fram, sko, að eins og núna, að miðað við kjörfylgi, þá Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, þessi flokkar með einu manni og mikill. Út af regnideilunni, hvernig þessu deilt út. Og þetta kemur fram eftir hverju einustu kostningar. Þau fekkur náttúrulega 38% 2013. Nei, 38 þingmenn, þessi 2 flokkar. 2013 fyrir, sko, bara rétt slefuðu yfir 50%, sko. Þannig að það í gennum tíðina að þessi flokkar oft fengi, sko, miklu fleiri, sko, þingmenn heldur að þjóðin vill skaffa þeim, sko. Já. Og þetta aldrei lagast. Nei, og hann vill ganga lengra, búa til einhvern kerfi, þannig að þó svo að enginn kjósi mig lengur, þó svo að flokkurinn klofni og ég get ekki haldið honum saman og fylgið talar ennþá meira, þá vil ég einhvern veginn breyta kerfinu, þannig að ég fái, sko, fleiri þingmenn. Þetta en ég bara velta fyrir mér að því hann alltaf að tala þetta. Við hvernig hann að tala? Heldur að Katrín Jakobsdóttir eða Sigurður Ingi takja undir þetta? Kannski Sigurður Ingi. En heldur þetta ekki borin von að þessi 2 flokkar nái meiri hluta á þingi? Jú. Það mun aldrei gerast aftur. Jú. Ég heiti Krata daginn sem voru að segja að það veri svo ósangjart að tíð eða eitthvað væri að alltaf gera því skóna að Kristrún ætla að mynda ríkisstjórn með Bjarni til kosningar. Ég hef aldrei sagt þetta en þetta virðist eitthvað að fara í töðunar á þeim, það er eitthvað sem að stríða þeim með þessu. Þetta náttúrulega, ef þú tekur bara með hverjum hefur samfylkingin eða alþýðuflokkurinn mynda ríkisstjórn, þá var það síðast með VG, þar áður Sjálfstæðisflokknum. Ég meina það er bara, það er ekki hægt að ætla til þess að fólk sé bara með gullfiskaminni og muni ekki neitt. Nei. En svo það kannski svona breyttur flokk, þetta nú ekki sami flokkur alltaf, þetta náttúrulega stefnir á bíli mjög mikla breytingar í samfélkingunni. Ég held að vilji, eins og við höfum talað vilji Kristrún að segja mæta eiginlega bara með nýtt
sett af fólki. Já. Og ég held að hennar metnaði sé það að stilla upp einhverju sem að fólk getur svona séð fyrir sér svona ráðherralið. Þannig að talandi að sækja fólk svona annars staðar að, ég held að það sé mikil vinna inn í samfélkinguna að gera það. Og það áttur að koma í ljós síðast þegar það var gert í þessu skrýtna, það sem að Kristján kom meðal annars inn. Já. Ég man ekki hvað það kölluðu þetta. Það var eitthvað svona dönsk, ég man ekki hvað það var eitthvað svona, það sem var fyrst var kanna svona vilji flokksmanna og svo var eitthvað svona lið sem ákvaði þetta bara. Já. Og það var til þess að geta komið nýju blóði inn, vegna þess að það var í nógu gott fyrir og þú manst eftir að það voru nokkri sem að gengur flokknum og þannig að það er ekki alltaf sem að svona gengur upp. Já, Til dæmis þegar Blair náði völdum, að hann áðan völdum með að gera samkomulag við höfuð andstæðingsinn formannskjörið. Þú veist, það er ekki alltaf þannig að sá sem að vinnur komi bara að mæta allir með nýtt lið. Það get gefið að það, sko, þú er alltaf frið í flokknum, en auðvitað er það þannig að þú skilar inn bara 28% fylgi í skoðanakönnunum, þá er allir bara í rosa stuði, sko. En svo dunkar það niður og fer niður í 21 og 19 og þá náttúrulega rís upp allar raddirnar og segja að Kristján hafi klúrað þessu. Kannski. Já, en það er hérna, sko, náttúrulega fyrir eru þarna, þau eru ekki nema hvað, 6 eða hvað? 6. Já, að þeim þingmönnum kannski að þykja vænt sko, oddvitasæti sitt, sko. Já. En það getur þá sársauki, átök, og fæst kannski í stöðu til þess að geta fengið velaunaða vinnu. Sem að skiptir máli eins og til dæmis með vilja VG til þess að hangi þessari ömurlegu ríkisstjórn. Það er náttúrulega, Katrín Jakobsdóttir er ekki með sko 3 milljónir á mánuði og einkabílstjóra og fríar ferður út allan heim að hitta einhverja svona kalla á kellingar og búkistandi á 5-stjörnu hótelum og svona það er ekki í boði fyrir hana. Þannig að þú veist, þetta togar í fólk og því lengur sem hún situr að völdum því meira máli skiptir þetta. Heldur en sko einhverja hugsjónir á Katrín Jakobsdóttir að fara að muna eftir hvað hugsjónir hún hafði fyrir hrun. Nei, fer í gegnum eina kosninga bara átaka lítið, hún kannir rulluna. Já, en ég meina mér finnst ekki svona sjálfgefið að hún sé einhvern veginn drifin áfram með einhverjum hugsjónum í pólitík, sko. Nei, ég held að það er við nokkuð marga aðra. Það er út af þessu meðal annars. Það er meðal annars út af þessu. Þetta er, þú veist, tildulega þægilegt og við vorum að tala grasrótin áðan að með þessu styrkjakerfi sem að sósíalistar hafa gagnrýnt þó að sé alltaf verið að skamma því að sósíalistar fá henni að styrka þá er sósíalistaflokkurinn eini flokkur sem hefur gagnrýnt þetta að einhverju viti, þetta kerfi að því þetta leiðir til elítu stjórnmála það fær forystaflokksins peningin, hún kemur ekki innan úr grasrótinni, þannig að grasrótin komið með peningin og telji sig hafa eitthvað umboð í krafti þess, heldur fær forystaf bara peningi beint og heldur grasrótinni niðri. Þannig að það sem að gerist er bæði það að fólk býr við alveg fáránlega góð kjör kjör þingmann og ráðherra hafa sko stórbatnað með að við hvað var árum áður. Þetta bara eru allt í komið með einhvern samanburð með einhverja forstjóra í Kauphöllinni sem kjör sín. Þetta, ég held að engum hafi dottið þetta í hug sko fyrir 30 ára með eitthvað laus að þetta ætti að vera viðmiðunin. Heldur að vera viðmiðunin það bara að þingmaður væri kannski með laun eins og yfirkennari eða kannski skólastjóri. En ekki það hann væri bara eins og hann hafi unnið einhvern veginn að vera einhver kapitalisti ráðið til þess að halda niður í launum starfsfólksins það er ofta hánum það er bæð það og svo fáðu peningin til þess að raunverulega stýra flokkonum bara út frá eigin hagsmunum þetta er náttúrulega gerbreytt stjórnmálum. Já, þess er hérna líka þannig að þeir sjálf launin þeirra sjálf eru svona sett alltaf í einhverja reglu sem að fólk nú mjög oftast óanægt með en svo er komið allt annað formaður flokk sem er ekki ráðherra hann fær eitthvað 50% eða hann er eiginlega bara á ráðherralaunum svona rétt undir ráðherra og svo koma formenn nefnda og þetta allt saman og svo fá formennir sem er ekki í ríkisstjórn þeir fá aðstoðamann sem er svona, ég veit ekki hvort að fólk geti ímyndað sér það að vera með svona aðstofamann, að vera með svona eins og butler sem að þú veist hlæra alltaf bröndorðinum og segja hvað stendur þið vel og að þú veist vera að styðja því svona eins og vera með svona, hvað er þetta að kalla svona markþjálfa en þeir eru flesti sem að ráða sér eitthvað svoleiðis típu, einhverju PR-menn til þess að vera í kringu sig
þeir ráðu ekki sko sérfræði ekki. Já, og áður fyrir þegar að þeir byrjuðu að vera með aðstofnina þá kom hann til grein að einhver ráður með fleiri en einn. Nei. En nú er þetta ekki 2-3 Já. og engin mörk eiginlega sett á þetta. Svo er allar sko sportslunar, það eru þurfi að kaupa símtæki, þeir fá þetta fyrir að keyra eins og frækt nú og svo húsnæðistyrkin og sem Steingrímur Jóð þáði allan tíman sko, þessi 38 ár sko, var hann til lögheimilis á Gunnarsstöðum í Distilfirði, en bjó náttúrulega í Breiðholtinu og allt þetta sem eru búin að búa sér til það sem þurfi ekki að vera að semja sko við einhverja nefnd eða einhverja reikningsformúlur, þá er þetta allt þar fyrir utan og þetta er mjög mikið. Og mörgum finnst voða spennandi að vera í svona erlendu ferðum og búa á góðum hótelum og fá svona farareyri og allt þetta. Finnst ennþá gaman að ferðast, þannig að enda með því að fólki fyrir að leiðast það. En það var til dæmis á svona yngri þingmönnum að þá þau ekki mjög gott að komast í utanríkismálanefnd af því að því fylgir yfirleitt sko mikið af svona kosningaeftirliti. Getur farið til Kazakstan eða eitthvað sem myndur aldrei detti að kaupa þér sjálfur með það til, eða Túnis eða eitthvað. Og þannig að það var mikil ásókn og svona, hvað ég segja, svona karrierstjórnmálafólki að komast inn í eitthvað svona dæmi. Eða að vera að hluta einhverju Evrópuráðinu eða eitthvað staðar. Það er í kring. Þetta er því miður að bara allt og lítið rætt þetta að þetta er náttúrulega vandamál í samfélagi að þeir sem að taka ákvarðanir fyrir almenning lifa alltaf við aðstæður sem er alltaf ólíkar í kjörum almennings. Já. Og ég og samt blaðamanni gerðum þegar ég var ritstjóri á mannlífi tímaritinu að þá gerðum við þessi leyni þingmanna þegar fór í prófkjörin. Þá stofnuður áhugamannafélög sjálfan sig sem er ekki skattskyld og þau er ekki framtalsskyld eða nokkuð nátt sko. Og þetta var alveg, við komumst yfir mörg félög, sko, frá mörgum stjórnmálamönnum og það var alveg syngjandi vitlaust sko. Þeir voru svo urðu reiðir sko, þingmenninni urðu reiðir sko. Og þarna voru búin að þá er til, þú getur stofna áhugamannafélag eitthvað og það er ekki með bara áhugamannafélag sem ég og þú kannski stofnum eitthvað, eða eins og þeir gerðu sko og þá þurftu þeir geta að gefa upp. Þeir þurfa að gefa upp til Ríkisendurskoðunar sem sett uppgjör á prófkjörsbaráttu. Já, kannski er það vegna þess að skrifa okkar, ég veit ekki. Maybe. Í Bandaríkjunum fara menn fram hjá þessu og þá segjum að þú væri með eitthvað reikning í þínu prófkjöri, þess að þú ert að reyna að fella Ásmund Einar í Reykjavík og þá gefur þú upp svona. En síðan er stofnun að sko áhuga fólk framgang Sigurjóns Magnúsar og þá er getur það verið að standa í sínum eigin svona auglýsingum sem er ekki sko sem er ekki sko ég hef viðurkennt þessa samtíð þessa auglýsingu, kemur ekki í lokin. Þetta er bara eitthvað sem er bara haft til hliðar og þar eru sko gríðalegi peningar sem að þannig að í Bandaríkjunum er náttúrulega stjórnmálun ónýtt út af peningum, það er bara ónýtt og munu aldrei bara komast í lag. Nei, sjáu það nú bara í hvernig spilast úr þar sko. En þetta hefur haft áhrif hér og því miður að þá held ég að það hefur nú bara verið sósíalistar sem hefur verið að benda á þetta, hversu neikvæð áhrif þetta hefur á stjórnmálin. En Sjálfstæðisflokkurinn svarar því eins og það séu sko sósíalistarnir sem hafi fundið upp styrkið til stjórnmálaflokka. Meðan þeir taka sko milljarða úr opinberum sjóðum á hverju kjörtímabili. En þá hvart það er mikið yfir því að peningunum sem að fara til. Þetta er óráðsía í þessu. Það er það. Hryllileg. En nú eru sko, það eru 8 flokkar á þingi. Já. Finnst það mikið? Finnst það kraðak? Nei, bara lýðræði velur þetta. Ég geta verið að börlufa því. Ég skoða stundum svona í öðrum löndum. Í Danmörku þá er 2% þröskuldur. Ég man ekki hvað eru margir, eitthvað þessu 10. Ég held að þessu 7 eða eitthvað í Svíþjóð, það sem er 3%. Norðmennin voru með 4%, er að lækka inn í 3%. Í Hollandi er engin mörk, það er landið kjördæmi sem að ég held að þeir sem að þú kannast við þess að kröfum að landið verið eitt kjördæmi ætti að skoða Holland því að það sem að gerist þá er náttúrulega ef við erum með 63 þingmenn þá er eiginlega þröskuldurinn komin niður í
í bara rúmlega prósent. Já, já. Og þeir eru náttúrulega með fleiri, ég held að þessu 150 þingmenn, ég man það ekki alveg 136, 150. Og þá gerist það að verða til alls konar flokkar. Það eru flokkur dýrana sem er svona róttækari, það eru græningjar, svo er þetta með flokkur dýrana. Þeir hafa náð inn á þing, bæði á þing og í sveitarstjórnir, félag eftirlaunafólks, sem að mér finnst reyndar ætti að stofna á Íslandi. Ég hef alltaf verið svona, að því að þú skoðar að því kannastu við það núna í vikunni, það verður að tala um hvað öldungadeilda þingmenn í Bandaríkjunum verið gamlir. Já, já. Og þá lék mér að því að skoða aldurssamsetningu kjósenda og aldurssamsetningu þingmanna. Það var náttúrulega vandamálið, það er allt og mikið af fólki svona milli 45 og 55 ára á þingi. Það er bara helmingi og margir af þeim. En það vantar náttúrulega yngsta fólkið undir 30 og svo vantar fólk sem er eldra en 65 ára á þing. Því að það vantar eiginlega svona 7 þingmenn. Það er ekki nóg að hafa bara Tomma í Tommaborgurum og Jakob Frímann sem eru, Jakob Frímann er Jakob Frímann, já, hann er 70. Er hann 70? Já. Og Tom er eitthvað 70, ég með það ekki 4. En það ættir að vera fleiri þannig og það er ástæðan fyrir því að það verður til þessi flokkar í Hollandi. Þetta er hópur sem á sig svo sterka sameiginlega hagsmuni sem að fólki sem er, ég veit ekki hvort að þú hafi verið að hugsa mikið efri áran að þú varst 45-50 ára. Nei. Ekki neitt. Nei. Þessum er alltaf, við fyrir kostningar ætlum að gera eitthvað, svo kemur að því að það þarf að vera ákveð hvað við að gera og forgangsraða, þá er bara hagsmuni þessa hóps alltaf hent. Já. Þannig að ef að fólk er að tala um landið sem eitt kjördæmi, þá ættum við að skoða, það er líka, ég held að þessu 2 eða 3 innflytjendaflokkar í Hollandi, sem við ættum náttúrulega að fá hingað. Því að það er innflytjendur, hvað er ekki alveg 60% af þjóðinni. Eitthvað, já. Þannig það eru hópur sem er með mikla sameiginlega hagsmuni en bara aldrei rætt um það á þingi. Það er rætt um hælislendendur en það er aldrei rætt um hagsmuni innflytjenda. Nei, og svo með eldra fólki, þessi umræða hefur verið, en það er bara svo margir af þeim sem eru flokksbundnir annar staðar, þannig að er það ekki í máli sem að það kemur yfirleitt alltaf svona í aðdraganda kosninga, það kemur þessu umræða ef við ekki að bjóða fram og svo gerist það alltaf þegar að vera að líða að kosningum að þá koma menn, einn úr Framsóknarflokknum, kannski Helgi P. eða einhver úr Sjálfstæðisflokknum og segja nei, okkar hlutverk er ekki að búið að vera með sérframboð, heldur verður við hvert fyrir sig að vinna að þessum málum inn í okkar flokkum, þannig náum við meiri árangri. En ef þú horfir á söguna, þá hefur þessi hópur ekki náð neinum árangri í neinum flokki. Þannig ég held að sé löngu komið tíma og þau búið til sitt eigið framboð. Ef það er eitthvað að marka þau, En talandi gamalt fólk, ég var hérna í gærkvöldi. Ég sagði ekki gamalt fólk, ég sagði eftir. Nei, ég ætla að segja svolítið. Ég var að hlusta á Spilan og Rúf í gærkvöldi, í útvarpinu, og fint á síðasta þáttinu Hrífunes í Skaftártungum. Og svo var lögmaður þessa fólks að tala og svo skrifaði Gunnar Smári þetta í dagblaðið og þá fór þetta að hreyfast. Manstu eftir þessu? Nei. Ég get rifið það upp, Já, ég verði að gáða þessu, mér finnst þetta svona... Ég er ekki eins minnugur og ég var, Mér finnst stundum eins og, liftarinn á vöruhúsinu, hann er ekki alveg, hann þarf að hugsa aðeins til þess að vita hvort þetta sé í gangi C eða D. En ég skal rifið þetta upp. Ég ætlaði að fara að hlusta á hana þátt, að ég heyrði verið að hæla þessu. Þetta er mjög góð þættir, mjög góð þættir. Svona rannsóknarblaðmennska bara, og upprifjanir og mjög fínt, Og ég sem sagt, þá kom þetta hérna, þetta var næst síðasta þættinum held ég sem kom. Þetta er náttúrulega svona þegar maður er blaðamaður og þá verður maður náttúrulega að skrifa samtíma söguna jafnóðum. Og það náttúrulega væri eitthvað skrítið ef það væri að vera að rifja upp síðustu 30-40 árin. Það rekist ekki á eitthvað sem maður hefur verið að skrifa. Já. Nei, bara þetta var svona, þetta er mjög góðið þættir, það er mjög góðir og merkilegir. En íslensk pólitík? Við erum eiginlega komin á það, Íslandum springur ekki. Ólundar fólki þarna verður bara ákveða sig, hvort þetta gangi inn í miðflokkin eða stofna nýja flokk, eða bara geta það sem út í frís, það verður það sem þeim er í boði.
Þau hafa engin áhrif á stefnu Sjálfstæðisflokksins nema bara að gera bara uppreisn og þá þurfa menna í mismundu herbergjum að þá þurfa fúlugallanir og Guðlaugs Þórsliðið að gera sameiginlega uppreisn sem að klikkaði að ég held að fúlugallanir hafi kosið Bjarna síðast að þau gátu ekki und Guðlaugi að taka einhverja fórustu sem ég held að allir geti síðan núna að þetta hefði verið bara fín andlis uppflytting fyrir Sjálfstæðisflokkin að hafa Guðlaug Þór tíma, að það geta verið að sitja til eilíðan hans, Þorsteinn var ekki svo lengi á sínum tíma, það er þetta skipt út aftur en ég held að menn sjáu svolítið eftir því að hafa ekki notað tækifærið og losast yfir Bjarna svo græsrótin, ég veit að sko auðvaldið vill hafa Bjarna, SA og viðskiptaráð og það allt saman En þeir sem sagt gripu ekki þetta tækifæri sem þeim var boðið. Það er framsóknar eru þeir með Ég er það ekki svipuð tíma. Nei, ég held að sé VFG og Sjálfstæðisflokkurinn er með flokksráðsfundi en ég veit ekki hvernig landsfundur framsóknar er. Ég held að kannski að næsta ári. Það gæti verið að Lilja reyni við formannin. Metnaðurinn stendur til þess. Það eftir komið ljós hvernig staðan verður Ásmundi eftir þetta lömbið þagnadæmi. Það er örugglega skektan aðeins sko. Þetta er ekki góðar vikur fyrir hann Nei. Að sækja fram. En hann hefur ekkert sko svarað þessu nema eitthvað þetta er ekki rétt eitthvað svona. Nei. Svo hefur hann líka sko svona metnaður hann til að taka við formennskuna er svona duldari heldur en Lilju. Lilja er bara í þessu svona pólitík á meðan að þú nefndir Áslaugu Örnu það var sömuleyti Ásmundur Einar og Áslaugu Arna svona svipaðir stjórnmálamenn gera svolítið mikið upp á að byggja upp svona eigin ímynd svona bara út í almannarýminu og bara svona á samskiptamiðlum og kannski ekki jafn augljóst að þau séu að sækja einhver stildi ekki metorð inn í flokkunum þannig að það er erfitt átt að segja hvað Ásmundur Einar ætla sér en hann er náttúrulega sko, hann er svona rannsóldi á byrjunarreit sko þetta mál náttúrulega hlýtur að hafa sko, skemmt fyrir honum hann að staða hans er ekki eins góð og var áður líka því að hann er ekki að skila neinu lengur nei. Hann vann kosningarsigur, hann átti stóra hluti í kosningarsigur í þingkosningunum og hann held ég að átt töluverðan þátt í sigri Framsóknarflokksins í Reykjavík að þessi svona forleikur að vera svona nútímalegri útgáfa af Framsóknarflokki hafi sko hjálpað til og svo held ég að hann hefði líka bara verið sko stutt Einar mikið ég sá Einar stundum svona að labba í bænum að ég bý hann í miðbæ á þessu tímabili þegar hann var svona í frambúði mann ekki átt að það voru 3 eða 4 mánuðir og hann var alltaf með svona að tala í síman og ég hugsa alltaf þannig er hann nú með ímist með Ásmund Einar eða Sigurð Inga í eyranu því að þegar þú ert í svona pólitík svo kemur eitthvað svona nýliði inn þá held ég að það sé svona mannlegt að því að finnst eins og þú er að ala hann upp ég fann alltaf til með Einar að hafa svona marga í eyranu sem alltaf að segja hann til margar ágjafa með eitthvað ráð sem hann hafði enga trú á en svo má vel vera að það hafi bara verið konan hans að segja hann að kaupa fiskibólur sko en mér fannst það svona holninginum á honum hann væri að kapna yfir svona ofmikið að ráðum sko frá þessum tveimur því einhvern tíma verður þú að hafa sjálfur frá næði til að hugsa en svo talandi það er hann er að vera borgarstjóri eða ekki? Jú, bara í Áslokk þá heldur það að verður mikil breyting Nei Hvað verður dag? Hann náttúrulega hann er kannski að fara yfir í landsmálin Heldur að Kristrún vilji fá hann? Já Hann þykir klókur stjórnmálamaður, það er að geta það svona tjasla saman, hann tapar öllum kosningum, en hann einhvern veginn heldur alltaf áfram, hann er svona svipað á Bjarni. Heldur alltaf völdum. Já, ég heldur hún vilja fá hann. Heldur það ekki? Ég veit ekki. Hann nýtur ekki mikill að persónufylgi. Þegar það spurt svona afstöðu til hans, að þá kemur hann ekki vel út. Hann nær svona rétt rúmlega fylgi síns flokks sem að miða við svona stöðu það að vera borgarstjóri í Reykjavík. Hefur alltaf verið svona alltaf verið svona líklegt til vinsælda sko. Merkilegt embætti. Já, ég heldur reyndar ekki sko.
Það var, sko, Hvað var ég það, sko? sagði þetta einu sinni, þetta var svona þannig að sko, það var sko forsætisráðherra, þingflokksformaður og svo borgarstjórinn í Reykjavík. Þetta voru svona pólitísk. Sjálfstæðisflokknum. Já, ég held ég svona minni æsku bara að það hafi verið, sko, og hásæðist hann, já, kom borgarstjórinn síðast, sagði þær, við breytum því, hann tóku svo bara létt, sko, en þetta á að vera, sko, var mjög merkilegt, sko. þetta er 10. ríkinu, sko. En það sem hefur breyst frá því að til þess þegar Davíð var borgarstjóri, að þá var hann sem sagt formaður pólitíkurinnar og hann var líka æðsti embættismaðurinn. Þannig að þegar hann hélt fund, þá sátu sko allir sviðstjórarnir og voru undir menn hans. Þegar R-listinn byrjaði, að þá þurfti að skipta völdum milli flokkana. Og þá var þessi staða borgarstjórans breytt. Þannig að það voru ráðin sem að réðu sviðstjóran, eða voru yfirmenn sviðstjórans, og inn í ráðunum, þannig að það var líkar eins og ríkisstjórn. Þannig að þú varst formaður velferðarráðs, að þá varst þú að vinna með sviðstjóra velferðarráðs, en borgarstjórinn, hann var að geti við sviðstjóra að gera. Þannig að þetta er náttúrulega rosaleg breyting, þannig að svona völd borgarstjórans til þess að reka borgina, þau eru bara ekki svipri á sjón, og kannski er það ástæðan fyrir því að það er ekki sópað og það er ekki reynd sorpið og það er ekki mokað og þannig að borgin er alveg sko afspyrnur illa rekið sko rekstrafélag. Og ég held að ástæðan fyrir því liggur í svona stjórnkerfinu. Já, stjórnkerfinu sem var búið til fyrst og fremst til þess að skipta völdum á milli flokkana sem voru í R-listanum. Þannig ég skil ekki akkur ekki búið að breyta svo tilbaka aftur. Þetta er ótrúlega vitlaust kerfi og þetta á að reka borgina það sem er einn sko forstjóri eða framkvæmdastjóri og sem er með sína framkvæmdastjórn sem er að reka borgina. Það er tala þetta upp af í R-listans að þá Alfred Þorsteinsson, hann valdi rétt maður. Hann valdi hitavituna. Breytti inn í orkuvitu og keypti allar hitavituna. Bara follow the money, það er bara það sem mestu peningarnir eru. Hann vissi það að peningarnir eru vald. En ég ætla að skjóta aðeins að ég var að segja þetta er sögulegt og skiptir máli að því að okkur hættir oft til þess að miða við eitthvað í sögunni að sko valdatæki Dags Bjarkissonar í dag er ekkert í líkingu við það sem að Davíð Birgir Ísleifur og þeir höfðu áður. Það sama á við Katrínu Jakobsdóttur. Við erum nefnt hérna Steingrímur Hermannsson og Davíð Oddsson og fleira. Þeir voru efnahagsráðherrar. Þá var yfirstjórn efnahagsmála í núna situr bara eftir Seðlabankinn einhverjum furðulegum ástæðum. Og jafnréttismálin. Nei, Seðlabankinn er einhvern veginn sem ættir náttúrulega að vera hann situr einhvern veginn eftir í forsætisráðuneytinu. En stjórn efnahagsmála eru komin yfir í fjármálaráðuneytið. Þannig að valdastaða Katrínar Jakobsdóttur og til dæmis Davíð Oddssonar meðan hann var forsætisráðherra, það er ekki hægt að líka svo saman. Nei. Hún er bara fundarstjóri og þú veist að reyna að bera klæði á vopnin og reyna að hafa alla góða við Davíð leit svo á að hann var að reka bæði sko efnahagsmálin og hann flutti aukðist til sín sko svona varnarmálin. Albert Jónsson kom þar inn og sinnti þeim og fór svo með Davíð yfir utanríkisráðið. Þegar að Davíð fór yfir utanríkisráðið þá fluttu varnarmálin með honum. Þannig að þegar að Davíð var í forsætisráðuneytinu þá var hann með öll efnahagsmálin og raunverulega lykil þátt utanríkisstefnunnar. En hann gerði annað líka í utanríkisráðuneytinu, hann var þar í 11 mánuði og skipaði 12 sendera. Þetta er heimsmynd. Svo miklu riðan. Einn á viku. Alls konar, hann var að launa mönnum tryggð við sig langt aftur í aldir. Meðal annars Albert Jónsson var sendið þeirra. Július Hafstein eða ekki? Jú. Fekk að fara til Vinnebeka eða eitthvað? Hann var ekki sendur til hann var bara á skrifstofunni held ég. Hann aldrei fengið sko. En svo sæti eins og við komum átna og þá sagði hann hvað ég er einn af þeim. Ég er þá einn af þeim, sagði hann. Sem segir núna að Samfylkingin sé tilbúin til að taka við stjórn landsins. Bara ringið í okkur. Við erum tilbúin. Það var bara leit út eins og væri í rektinni og ég held að það sé stemmingin inn í Samfylkingunni, þau upplifa það að þau séu bara að fara að taka við. Já, ég veit ekki að það heitir, þú veist þannig
ekki amerísku fótbolta sem fara alltaf til Flórida að undirbúa kerfistímabilið. En núna eru fótboltaliðir eru í Asíu og svona ég held að samfélgiki sé bara í ykkur svoleiðis. Já, bara í bodybuilding og öllu til þess að þau verður bara tilbúin að taka við byggarnum. Af útaldi í það svona, kannski það. En hann segir að tilbúin, hans, sko, Kristrún, hún svo sem ekkert verið fjölmiðlu lengi. Hún í fríi, hún náttúrulega nýbúin einhverja spann. Jú. Og það náttúrulega sumafrí. Og svona kenningin, sá sem stæðistur, segir minnst. Já, en ég hef nú sagt að hér að það ekki hægt að mæla með þeirra aðferð í 2,5 ára þegja, sko. Nei, það nefnilega máli, sko. Og meira það í nákvæmdi, sko, Jóhann Páll, hann hefur ekki skrifað lengi, sko. Nei, en fólk náttúrulega í einhverju liði í sumafrí. Hann líka nýbúin einhverja spann. Já. Þetta það sem þú færið með því að hafa ungan þingflokk. Já. En þó svo að þau tvö svo unga, þá samfélgiki með eldri þingflokkum. Já, flokkur fólksins elstur. Svo kemur bara samfélgikinn og sjálfstæðarflokkurinn og framsókn, eða miðflokkurinn alltaf. Þetta svolítið merkilegt. Já, þau eru það gömul hann. Pírata væntanlega yngstir. Já. Herðu. Það gaman og svona. Já, herðu. Þá látum við þetta gott þetta. Það ég að sinni? Já, við segjum fólki bara að halda út í sveitir landsins og halda upp á Vestmannahelgina. Ríkisstjórnin ekki að vera að springa helgina. Nei, það missir ekki einu þó að bara slökka á útvarpinu og símum. Já, bara njóti helgarinnar. Já. Kæra þakkir Sigurður og Magnús og hlustendur góðir. Þetta síðasti þátturinn núna fyrir Vestmannahelgi. Við sjáumst eftir Vestmannahelgi og þá keyrum við upp samstöðina hægt og bítandi og setjum hana á full blast miðjan ágúst. Sjáumst á.